Welcome. Hello. Good morning. Nice feeling. I had the president there 2 days ago. He spoke from this rostrum 3 years ago. Welcome, good to see Oikein hyvää huomenta, pohjoismaiset ystävämme. Tervetuloa Pohjoismaiden... Velkomin á þemaþing Norðurlandaráðs í Oslo og Warborg. Í dag þemaþing og umfjöllunarefnið hvort Norðurlönd séu við öllu búin á viðsjárverðum tímum. Við munum setja þingið bráðlega en fyrst fær annar varaforseti orðið sem Lísa Selnes gerð svo vel. Forsætisráðherra Störe, fulltrúi ríkisstjórna, alþjóðlegir gestir, þingmenn í Norðurlandaráði, herra mínir og frúr. Það mér mikil ánægja sem varaforseti Stórþingsins að bjóða ykkur öll hjartalega velkomin til Oslo á þemaþing Norðurlandaráðs. Norrænt samstarf eitt elsta og umfangsmesta svæðisbundna samstarf í heimi. Þetta á við öll svið samfélagsins. Þetta samstarf sem hefur án efa styrkt okkur sem svæði sem í dag án efa styrkir okkur gagnvart heiminum sem ekki verið jafn órólegur og ófyrirsjáanlegur síðan í seinni heimsstyrjöld. Umræðuefni þingsins í dag viðbúnaður og segla. Þetta undirstrikar einmitt þetta. Málið sem rætt verður hvernig getum við, Norðurlöndin, styrkt sameiginlega seglu og viðbúnað á krísutímum. Við undirbúin fyrir krísu?
Málefnið var fyrir valinu vegna þess að við teljum að það sé í norrænu samfélagi sem við getum best tekið á veikleikum okkar og vegna þess að við teljum að það sé í sameiningu sem við tökumst best á við þær áskoranir sem mæta okkur í því heimst ástandi sem nú ríkir. Sameiginlega norræna lausnir á áskorunum sem ná yfir landamæri eru mikilvægir í dag en okkur sinni fyrr. Umræðan í dag því senn tímabær og mikilvæg. Kæru norrænu vinir, auk þess að sitja í forsætisnefnd þingsins ég formaður sendinefndar þingsins á Evrópuráðsþinginu og í Evrópuráðinu hef ég margsinnis heyrt norrænu löndunum og Norðurlöndunum lýst sem heild og afli lýðræðis og stöðuleika í Evrópu þar sem daglega sótt æ meira að grundfalla frelsi, fjölmiðlafrelsi og réttindi minnihlaupa, hlutahópa og þeim ógnað. Þetta gerir mig stolta og í hvers sinn sem ég sit á fundi í Evrópuráðinu ég stoltur fulltrúi norræna gilda og lýðræðislegs eðlis okkar. Ásamt norrænum starfsfélögum tala ég fyrir þessum grundvallar einkennum samfélag okkar. Ég tala líka fyrir mikilvægi skuldbindandi alþjóðasamstarf sem hefur reynst okkur svo vel frá lokum síðari heimsstyrjaldar, en við sjáum nú að riðar til falls. Með framtíðarsýn að Norðurlandi verði samþættasta og sjálfbærasta svæði heims, standa Norðurlandaráð og Norrænulöndin vörð áframhaldandi reglumiðara heimskipan og gildi alþjóðlegra samvinnu. Það sýnir að við bæði sjáum og upplifum gildi þessa á öllum stigum samfélagsins frá einstaklingum til ríkisstjórna. Það sýnir einnig trú okkar á því að við séum sterkari saman. Ég vil því ljúka máli mín á því að þakka ykkur öllum fyrir það starf sem þið innið af hendi við að þróa og styrkja norræna samvinnu. Ég vona að þemaþingi verði frjótt og uppbyggileg og með innsæðisríkum umræðum sem stuðla að frekari styrkingu norræna tengsla. Gangi ykkur vel. Kiitos. Takk fyrir annar varaforseti Lise Selnes, kæru norrænu vinir. Sem forseti Norðurlandaráðs hef ég ánægju af því að bjóða ykkur hjartanlega velkomin á árlegt þemaþing Norðurlandaráðs í fallegri og vorsælli Osloarborg. Ég óska sérstaklega velkomna erlenda vini og Jónas Gahr Støre sem verður gestaræðumaður og einnig ráðherra frá Úkraínu Logi Már Einarsson frá Íslandi og Bárður Stig frá Færeyjum sem tekur þátt í fyrirspurnatímanum. Og þá eru það vinur okkar frá Eystrasaltsþinginu og þingmenn frá Benelux-löndunum og Vestnorræna ráðinu. Og hér eru jafnframt Norðurlandaráð ungmenna og þingmannaráð sama. Umfjöllunarefni þessa þings spurningin hvort Norðurlönd séu við öllu búin ef neyð eða hætta steðjar að. Sveigjanleg samstarf og frjáls för sem undirstaða norræns viðnámsþols sem fellur vel að formennsku áætlunum Finnlands og Álandseyja sem byggja á þemanu heildstætt öryggi og nær til allra sviða samfélagsins og einstaklinga. Heildstætt öryggi mikilvægara en það hefur verið í áratugi, einnig hér á Norðurlöndum. Við vitum öll hversu óstöðugur heimurinn Ólöglegt landvinningastríð Rússlands í Úkraínu nú á 5. ári og forsætisnefndin ítrekkaði enn á ný óbilandi stuðning við Úkraínu í yfirlýsingu þegar 4 ár voru liðin frá innrásinni og frá því hún hófst. Úkraínumenn berjast ekki aðeins fyrir eigið land heldur einnig fyrir sjálfstæði austustu NATO-ríkjana og allrar Evrópu. Stuðningur okkar við Úkraínu má því ekki bila. Undarleg umræða hefur hafist Grænland að frumkvæði eins bandamanns okkar. Umræða sem við getum ekki látið fram hjá okkur fara, en við höfum ítrekað lýst yfir stuðningi við fullveldisrétt Grænlands til að ákveða eigin framtíð.
Þennan stuðning munum við einnig lýsa yfir svo lengi og oft sem við teljum nauðsynlegt. Atburðir í Miðausturlöndum hafa áhrif allt til Norðurlanda, að minnstakosti hvað varðar efnahaginn. Stórveldin sína merkjum upphaf nýs tímabils hreinnar valdstjórnarmennsku og heimsmyndin eins og við þekktum hana á í vök að verjast gegn hnefaréttinum. Á þemaþingjunni fyrra var Alexander Stubb forseti Finnlands heiðursgestur og hann hefur vísað til gildismiðaðrar raunsæjistefnu og við þurfum á henni að halda núna meira en okkur sinni fyrr. Við verðum að horfast í augu af raunsæji við breytilegan heiminn í kringum okkur. Þótt hinnir sterkustu virðast fylgja eigin reglum, þá þurfum við engu að síður samstarfsaðila, einnig meðal stórveldana. Þannig að sérstaklega Bandaríkin eru áfram mikilvægur bandamaður. Þrátt fyrir þetta getum við ekki vikið frá norrænum gildum, ekki einu sinni vegna bandamann okkar. Við erum heildstætt svæði, skipað 8 löndum sem standa undantekningarlaust saman. Norræn málefni eru ákvörðuð á Norðurlöndum ekki annar staðar og af þessu gefum við engan afslátt. Saman erum við sterk, segjum við oft. Í vor fengum við einnig staðfestingu á þessu úr rannsóknum. Norræna ráðherranefndin gerði könnun á trausti á Norðurlöndum. Í finnskum hluta könnunarinnar voru yfir 1000 Finnar spurður traust sitt til mismunandi stofnana, samtaka, starfstétta og norrænna landa. Það var ánægjulegt að sjá að traustið til norrænu ríkjanna mikið. En það kom á óvart að traustið til Norðurlanda sem heildar var meira en til nokkurs einstaks ríkis Finnlands þar með talið. Með tilliti til norræns samstarfs var þetta mikilvægt að sjá þetta. Saman erum við sannarlega sterkari og fólki treystir okkur. Þetta á bæði við samstarfið milli norrænu ríkjanna og milli norrænna stofnana og samtaka. 2 undirstöður norræns samstarfs, Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin, eru meira en summa einstakra hluta sinna vegna virks og gagnvirks samspils. Og þetta eigum við að nýta með samstarfi sem opið og byggist á gagnkvæmri virðingu. Við erum verðug þess trausts sem okkur hefur verið sýnt þegar við sameiginlega gerum norræn gildi gildandi í ólgusjó alþjóðamála. Með þessum orðum vil ég aftur þakka norsku landsdeildinni fyrir að halda þetta þing og lýsi hér með þemaþing Norðurlandaráðs 2026 sett. Takk. No niin, ja sitten siirrymme virallisesti. Þá hefjum við leika á fyrsta lið sem þátttökulistinn 1-3 og það 1 og þessi gögn eru á heimasíðunni og heita skjal 1/2026 og þátttökulistinn samþyktur. Þá samþykjum við fundardagskrá sem skjal 5/2026. Það tillaga að fundardagskrá líka á vefnum. Getum við samþykt það og það samþykt. Og þá erum við með lið 1-5 að samþykja sérreglur eða þingsköp þemaþingsins og það rétt að tilkynna að það heimilt að drekka vatn hér í salnum en ekkert sterkar en það og heldur ekki kaffi. Ég var beðin að láta vita þetta, það mikilvægt. Þessar upplýsingar eru líka til á ensku en ég held að túlkarnir miðli þessu til ykkar. Í reglunum upplýsingar hvernig maður biður orðið og við sjáum hér á skjám mælendaskrána og menn þurfa að láta vita hvort það sé innlegg eða andsvar og andsvör eru veitt hér utan úr öðrum ræðustólum. Og í skjali 5/2026 hér á við 3/2026, það eru nánari upplýsingar.
Og þetta eru líka upplýsingar ræðutíma eins og að Norðurlandaráð ungmenna og sama þingið fá þarna 2 mínútur, alþjóðlegi gestir fá 2 mínútur og hvað varðar andmæli þá fá allir fulltrúar og ríkisstjórnarmeðlimir og Norðurlandaráð ungmenna og þingmennaráð sama fá þarna ákveðin tíma. Það þarf að láta vita andsvör á meðan ræða haldin og þá veitt eftir hverja ræðu. Og andsvar og svar við andsvörum, það þarf að ljúka þeim á 1 mínútu. Og eins og áður, þá getur verið að við þurfum að takmarka tíman frekar og það gerum við eftir þörfum. Og reglurnar eru að finna á heimasíðunni nordun.org. Getum við samþykkt reglurnar? Mér sýnist það og þær eru samþykktar. Þá að næst liður 1.6. Samþykkt afgreiddra og viðhaldinna tilmæla og innri ákvarðana. Og þetta skjal 7 2026 sem einnig hægt að lesa á heimasíðunni á netinu og við getum samþykkt þetta skjal einnig. Og þá það kynning á ársskýrslu Norðurlandaráðs fyrir árið 2025, þetta liður 1.7 og það skjal 9 2026 sem að finna á sama stað á netinu og þetta til upplýsingar og við getum bókað það hjá okkur. Og þá lið 1 lokið og hefjum dagskrálið 2 sem eru stóra stundin í dag, þema umræðurnar. Yfirskriftin eru Norðurlönd búin undir áföll, sveigjanlegt samstarf og frjáls för til grundvallar seiglu Norðurlanda. Og viðbúnaður mál sem við lögðum áherslu á í formennsku áætluninni og ég stoltur og ánægður með að mega kynna 2 gesti virðulega. Kærar þakkir Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs og aðstoðar heilbrigðismálaráðherra Úkraínu Ihor Kopacz. Við hlökkum til að hlusta á erindi ykkar og þá gef ég forsætisráðherra Noregs Jónas Gahr Støre orðið og eftir það möguleiki til spurninga og andsvara. Gerðu svo vel, Jónas Gahr Støre. Forseti, eins og við segjum hérna á þingu, kæru norrænu vinir, velkomin til Oslo og velkomin á þingið og takk fyrir að leyfa mér að halda ræðu. Þetta alvarleg og erfið þema og það mikilvægt að Norðurlöndin ræði seiglu saman. Í Nóri þá erum við farið inn í svona viðbúnaðar árið 2026 og þegar við erum að tala almanna viðbúnaðar þá erum við að reyna að vekja athyglina á því að viðbúnaðar fjallar eitthvað meira heldur en bara hernaðarvarnir og samstarf NATO og allt það út í heiminum og að taka ábyrgð á hverjum og einum borgara. Hvaða ábyrgð ber ég á krísutímum fyrir fjölskyldu minni og hvaða ábyrgð bera fyrirtækin fyrir og líka sveitafélögin, sjúkrahúsin, háskólarnir og ábyrgð okkar allra. Og reynsla mín að
Það verið að styrkja varnir og fjárfesta í hermálum mjög dýrt. En þetta eitthvað sem þekkt svona aðgerð og fjallar innkaup og skipulag, en það erfiðara að ná hjörtum og hugum einstakra borgara til að skilja, já, ég ber líka ábyrgð. Í dag hefur leiðtogi hinna alþjóðlega orkumálastofnunar eftir 6 vikur þá getur Evrópa verið í stöðu þar sem að vantar eldsneyti fyrir flugvélar. Þetta krísa sem ekki bara vegna þess að það eru stríð í kringum löndin okkar, heldur í Miðausturlöndum stríð komið til okkar. Þannig að viðbúnaður, ég hef upplifað það á Norðurlöndum undanfarin ár, það minnt okkur á að stríði getur líka haft áhrif á okkur, en þá við hugsað öryggismálin á Norðurlöndum og í kringum Norðurlönd og Rússland sem hefur ráðist á Úkraínu. Það getur líka komið stríð sem hefur áhrif á okkur og hræðilegar aðstæður. Og ég held að löndin okkar eru nokkuð vel undirbúin gegn stríði, en mikilvægast að í samskiptunum við fólk og borgarana að segja að krísu sjónarhornið stærra meira en stríð. Það getur fjallað mjög vont veður. Í Noregi þá höfum við haft þannig veður að það getur þurft að flytja borgarana og við lifum á svæði með haf og mikla úrkomu. Það getur fjallað líka tölvuþrjóta og tölvusamfélag okkar getur lent í áföllum. Það getur verið óhapp og rafmagnskortur eða skemmdarverk og það getur líka fjallað stríð og til dæmis Úkraínustríð hefur skiptið miklu máli. Nú sjáum við stríði í Miðausturlöndum sem bara hófst án þess að væri eitthvað skipulagt. Nú 1/5 hluti olíu heimsins kemst ekki á markaði. Ég held að við ættum öll að hafa það á hreinu að ef að stríðinu lýkur í þessari viku sem að ég heyri að bandaríski forsetinn að segja að hann næstum því lokið, þá staðan þrátt fyrir allt alvarleg vegna þess að skipin sem flytja olíuna, þau eru núna búin að skila sínum vörum og ef það verður aftur opnað fyrir skipaumferð þá tekur tíma fyrir skipin að komast. Þannig að það sem tengist olíu, orku og flugeldsneyti, þetta alvarleg staða sem að Norðurland þurfa að mæta. Ég get tekið dæmi að þetta hefur áhrif á okkur og okkar opnu lönd og okkar opnu fjárhagskerfi, þess vegna eigum við að ræða þetta saman. Og svo stóra spurningin, erum við nógu skipuleg til þess að nota norræna kraftin? Ég vil meina að svarið nei. Ég vil meina að við lifum svolítið í draumaheimi, að heimurinn þarna úti lítur á Norðurland sem eina heild. Ef maður ferðast til dæmis til Sameinuðu þjóðanna í New York eða til Addis Abeba og þá segja allir að Norðurland þetta eins og eitt stórt land, þið talið sama mál og þið skiljið hvort annað og við sem erum okkur þykir öllum vænt Norðurland og eins og Svíar segja að þið vilja lifa og deyja á Norðurlöndum í þjóðsögnum og við getum alls sagt að Norðurland eru heima en við sem höfum unnið með norrænt samstarf í mörg ára en við vitum að munurinn stór, hvernig stjórnsýslan okkar ólík og hvernig við erum uppbyggð á ólíkan hátt. Þannig ég vil meina að við erum að segja við hvort annað í dag. Við verðum að brjóta þessa hugmyndum að við séum ein samþætt heild því að samstarfið getur orðið betra til þess að tryggja öryggi meðborgara okkar á erfiðum tímum. Ef við skoðum til dæmis svona mikilvægi innveiði fyrir fólk á Norðurlöndum, þá fjallar það orkukerfi, hafnir og lestir og gervitungl og mikilvægar ákvarðanir í hvað varðar orkumál. Og löndin okkar eru landfræðilega svo þétt, þannig að hvernig við vinnum saman í kringu þessi svæði skiptir máli fyrir viðbúnað. Ekkert land í heiminum sér bara sjálft sig.
hvað varðar allt. Við erum öll með viðbúnar birgðir af mikilvægum vörum, mat og kannski eldsnæti og nokkuð mikilvægt, en heimurinn ekki skipulagður þannig að við sjáum öllum okkur sjálf, við verðum að vinna saman. Þess vegna verðum við að byggja eigin viðbúnað og það verður að vera í samstarfi við aðra og þess vegna eru landfræðilega næstu land mikilvægust. Það að byggja viðbúnað og það til dæmis mjög dýr reynsla frá Úkraínu og það mikilvægt að vera undirbúin fyrir krísur og við verðum að vinna saman á Norðurlöndum og tala saman til þess að vera með sama boðskap hvaða krísu við eigum að mæta. Við getum unnið saman á mörgum af þessum sem eru orka, hafnir og við getum haldið áfram að byggja tengslanett og ýmislegt sem krefjandi og við getum líka þróað og dýpkað samstarfið hvað varðar varnarmál. Hérna hefur þróunin á síðustu árum þeirra allir orðnir meðlimir í NATO og NORDEFCO sem samstarf varnarmálaráðanranna og við höfum líka mjög mikið á sameiginlegu hernaðargögnum sem gott en boðskapur minn að við getum og ættum að gera meira til að styrkja viðbúnaðinn á Norðurlöndum og það líka að styrkja gildin í norræna módelinu og það líka þegar við verðum formenn í norrænu ráðherranefndinu og líka í norrænu Eystrasaltssamstarfinu á næsta ári. Noregur hefur í fyrsta skiptið fengið svona þjóðlega öryggistefnu. Það þýðir að við segjum öllum borgurunum að við erum með áætlun fyrir öryggi okkar í 3 hlutum. Fyrsti hluti að styrkja og þróa varnirnar og það þarf að gerast hratt hernaðarvarnir og við erum saman hérna í þinginu, höfum öll stutt þessara hernaðarvarnaráætlun og eins og ég segi þetta dýrt. En við höfum gert það áður og við getum gert það aftur. Punktur númer 2 fjallar það bara fjárhagslegt öryggi sem mikilvægur hluti af örygginu og líka atvinnulífið og allir þessi mikilvægu innviðir og verslun og að vera með góða samninga og evrópski markaðurinn fyrir Noreg og Ísland í EES virki. En þriðji punkturinn eins og ég segi mikilvægastur og það að gera auka siglu samfélagsins. Það skiptir mjög miklu máli og fyrir hönd Noregs þá mikilvægt að við fylgjast með þessu að við tryggjum okkur. Við þurfum að tengjast betur Evrópu í öryggishugsun okkar. Við eigum að vera meira í samstarfi við Bandaríkin sem mikilvægur samstarfsaðili en við verðum að dýpka líka sambandi við þau sem deila gildum okkar eins og Þýskaland, Pólland og sjálfsögðu Norðurland og líka Kanada. Svo kæru vinir, boðskapur minn að segla og viðnám samfélagsins, það forgangsröðin okkar allra. Þetta mjög alvarleg staða einmitt núna og hvert landa Norðurlandana og hluti af norrænu samstarfi að við styrkjumst öll að við vinnum meira og handfast hvað varðar uppbyggingu á viðnámi og það sem gerir Norðurland sterk. Þá erum við með sterkt regluverk, ramma og góða staði til að hitta. Þetta góður staður hér þar sem að þingmenn geta farið heim. Stjórn mín sem var endurkjörin í fyrra og við höfum breytt aðferðanum sem við vinnum að. Við höfum búin að yfirgefa langan lista með ætlum að viljum gera, heldur að vera með áætlun með 5 punktum fyrir Noreg. Það fjallar öryggi fyrir Noregi með 5 punkta, öryggi hvað var það fjárhaginn og fyrir atvinnulífið, öryggi fyrir heilsu og fyrir börn og ungmenni
og við getum sagt að á öllum þessum punktum þá eru norræn samstaða mikilvægt og við getum gert þetta samstarf nánara og meira aðlagað að þessari alvarlegu krísu stöðu sem ætti að minna okkur á að við á Norðurlöndum getum og ættum að vinna betur saman. Kiitos, pääministeri. Takk, forsætisráðherra. Þið megið gjarnan koma ykkur fyrir í ræðustól fyrir andsvör sem eiga að vera 1 mínúta og sá sem fyrstur hefur beðið orðið Elín Björklund frá flokkahópi jafnaðamanna. Takk, forseti. Jonas Gahr Støre hefur verið heilbrigðisráðherra, utanríkisráðherra og núna forsætisráðherra. Þegar mikið hefur verið undir flóttamannakreppa, efnahagskreppa, farsóttir og nú ólgan innan NATO í Evrópu. Og Jónas hefur verið forystumaður í heimspólitíkinni og í norrænu samstarfi. Jónas hlýtur að hafa mikla reynslu og dregið mikinn lærdóm af þessu öllu og þá vil ég spyrja hann með þann bakgrunn hvernig sér forsætisráðherrann að eigi að taka næstu skref til þess að styrkja samstarfið og ryðja burt stjórnsýsluhindrunum svo að það standi okkur ekki í vegi þegar næsta kreppa ríður yfir. Takk, við vitum að næsta kreppa verður ekki svipuð þeirri fyrri en við þurfum að byggja á lærdómin, við þurfum að draga lærdóm af því sem við höfum reynt áður. Við erum hagnýt og við getum talað sameiginleg gildi og sögu og það sem líkt með löndunum okkar en þannig byggjum við ekki upp viðbúnaðinn. Við skulum byrja á því en svo skulum við fara að tala hagnýt atriði, orkumál, tölvumál, varnarmál auðvitað, innviði sem styrkja viðnámið. Við þurfum að leggja áhersluna á það sem stendur okkur næst. Þannig að sérstök einkenni landana eða áskoranir sem einstök lönd standa frammi fyrir, eins og Færeyjar og Ísland standa frammi fyrir ákveðnum áskorunum, en svo þurfum við að skoða viðbúnaðinn og varnarmálin saman. Takk. Næsti ræðumaður Halla Hrund Logadóttir frá flokkahópi miðjumanna. Forseti. Ja, tack för det, president. Jag kommer att tala på isländska. Hæstvirtur forsætisráðherra að koma aðeins inn á orkumálið. Við vitum að Norðurlöndin eru sterk þegar kemur að endurnýjanlegri orku, en það alveg ljóst að miðað við stöðuna í dag að þá getur brugðið til beggja vona á olíumörkuðum og þar þurfa Norðurlöndin að hugsa sterkara viðbragð eins og komst inn á í ljósi þess að við þurfum það fyrir flugvélar, við þurfum það fyrir skipasiglingar og aðra notkun og þetta nátengt fæðuöryggi okkar. Og því langum að spyrja hæstv. Forsætisráðherra hvort að það sé tími til komin að Norðurlöndin búi til einhvers konar rammasamning eða viðbragðsáætlun sem snúi að dreifingu, sem snúi að samhæfingu og öðrum þáttum sem að snúa að olíu og gasi sérstaklega. Því að við erum öll háð og þá ekki síst háð Noregi. Til dæmis geti sagt að öll okkar olía til Íslands kemur frá Noregi fyrir utan þotueldsneytið. En mig langar til að heyra viðbrögð hæstvirts forsætisráðherra hvort að það sé tímapunktur núna að þróa slíkt samkomulag að einhverju leyti.
Orkumarkaðurinn alþjóðlegur og eins og ég segi, enginn eyland. Noregur selur 30% af gasi Evrópu og 15% af olíu Evrópu og við seljum olíu til Íslands en flugeldsneyti kemur annars staðar frá. Það sem við getum gert á milli okkar almannavarna stofnana þar við tölum Norðurlöndin sem eru landfræðilega mjög tengd, hvernig við getum aukið öryggi hvers annars. Noregur flytur til dæmis inn dísel frá Gautaborg, við erum með nokkrar olíuhreinsunarstöðvar í sænsku vesturkustinu og það líka mikilvægt að skipuleggja hvernig við getum mætt krefjandi tímum. Það mikilvægast sem að við getum gert núna á orkusviðinu að sjá til þess að það séu lýðræðislegir framleiðendur og til dæmis þannig að við erum í mjög miklum og góðum samskiptum, hvernig við getum stutt hvert annað. Þetta sjálfbær orkuframtíð, það sem við viljum vera að leggja mesta áherslu á. Hvernig sér hæstvirtur forsætisráðherra fyrir sér að við getum passað okkur að missa ekki sjónar af þeim fjárfestingum á þessum tímapunkti? Ég held að það sem að gerast í Miðausturlöndum í dag, þetta mun auka áhugan og athyglina af grænni orku og gera okkur minna háð orku frá þessum svæði. Þetta mun breyta skoðunum og sjónarhorni á olíuframleiðendum sem eitthvað svona öruggt og tryggt svæði. Nú sjáum við þetta loka kannski í langan tíma ef að stríðið heldur áfram og þetta góð hvatning til þess að skipta fyrir orkuskiptin, að við förum í meira endan nýjulega orku og það líka mjög gott fyrir öryggismálin og núna orkan notuð í hernaðarlegum tilgangi að stórveldin nota orkuna til þess að pressa á fólk og þetta gerir það verkum að fólk bæði meðvita og ómeðvita mun vera minna háður þessum olíulöndum og Noregur við ætlum að vera stöðugur framleiðandi og verðum líka með í orkuskiptum. Já, takk fyrir. Og næst Monika Mólver og hún frá flokkahópi hægri manna. Forsætisráðherra og hér kemur tilvitnun í ljóð sem beint til stríðskynslóðarinnar og í Noregi eru afskaplega fáir sem eru reiðubúnir undir stríð með birgðageymslur. Næsta kynslóð svo sem vonir okkar eru bundnir við og við þurfum að kenna þeim í skólum hægt að hugsa sér að svona grundleggjandi varnarsjónarmið verði hluti af námsefninu. Allt samfélagið verður að vera raunsætt hvað varðar varnarmálin og þær ógnir sem steðja raunverulega að. Öll heimili í Noregi fá upplýsingar það að byggja upp birgðir heima við til þess að vera reiðubúin til að mæta ógnum. Það getur orðið stríð, það ein leið, en það geta komið öfgaveður, við getum mist tölvusambandið, netsambandið, við getum mist raforkuna og hvort við eigum að kenna nemendum í skólum varnir og viðbúnað. Ég ekki fylgjandi því en við þurfum að byggja upp seglu samfélagsins. Það sem virkar venjulega ræður úrslitum í kreppu. Í sveitarfélaginu mínu, í mínum skóla, hver ber ábyrgðina? Við þurfum að efla varnirnar og efla viðbúnaðinn og hver og einn verður að grípa þar til ráðstafana og ég sjálfur hef lært mikið af Finnlandi
og Finnar segja að við erum ekki hræddir, við erum viðbúnir. Kiitos. Sitten seuraava puhe. Takk fyrir, og þá var það Veronika Honkasaló frá Norrænum Vinstri grænum, gerðu svo vel. Forseti og forsætisráðherra kreppur hverju nafni sem það nefnast, reyna á viðnámsþol samfélagsins. Þegar við hugsum heilbrigðiskerfið og félagslegt öryggi, þegar fagfélögin eru sterk, þá hrynur ekki samfélagið. Velferðarmódelið norræna fjárfestingi í stöðugleika og öryggi. Velferðarríki ekki vandamál heldur lausn á krepputímum. En í Finnlandi og Svíþjóð sérstaklega sjáum við að fátækt barna eykst og það tengist niðurskurði í félagslega kerfinu. Forsætisráðherra sammála því að við eigum að þessum tíma að styrkja velferðaríkið en ekki grafa undan því. Útgangspunktur minn að velferðaríkið nútímavætt, það styrkir samfélagið og okkur hefur tekist að þróa samfélög þannig að margir hafa atvinnu, geta látið til sín taka á atvinnumarkaðnum. Við getum notað velferðaríkið, það ekki til skrauts, og á meðan ég hef verið forsætisráðherra þá ég vilja nota velferðaríkið til þess að styðja fólk í jaðarstöðu. Við erum með fast verð á raforku, við höfum tryggt ódýrari leikskóla og við höfum tryggt leikskólapláss, það næstum 100% í notkun, og svo þetta líka tengt því að við höfum góða og sterka velferð, þá efnahagurinn líka sterkur. Og á Norðurlöndum förum við í ýmsar leiðir, mismunandi leiðir, en þetta hefur verið forgangsmál í Noregi. Velferðaríkið styrkleiki, við þurfum að fjármagna það en ekki að grafa undan því. Takk, og þá það Staffan Eklöf í Norrænu frelsi. Herr Statsminister. Forsætisráðherra sagði að það væri erfitt að ná til hjarta og huga fólks, en hjarta mitt með hvernig vill forsætisráðherra ná huga og hönd Norðurlandabúa. Hvað þarf að gera til þess að viðbúnaðurinn sé eins og við viljum hafa hann? Já, ég ætla nú ekki að fara inn á hjarta Svía, ég hef ekki alltaf getað að tala til þeirra. En það sterk lýðræðishefð á Norðurlöndum og hún verður að birtast í öryggismálunum og í viðbúnaðinum. Það ekki bara varnarmál, heldur verðum við að sinna viðbúnaði í daglegum störfum okkar líka. Ég þarf að hugsa sem einstaklingur hvernig ég vernda fjölskyldu mína. Öll norrænu löndin hafa fengið leiðbeiningar byrðir, en hvaða ábyrgð hef ég þar að auki fyrir nærsvæði mitt og nágranna. Ég hef verið í framkvæmdastjóri í Rauða krossinum og hef séð að það sem virkar vel á venjulegum tímum, það dugar líka vel í kreppu. Og það byggist upp á varnarviðbúnaði á nærsvæðum. Þannig að við eigum að segja sannleikann, við eigum að tala það sem kjarninn í viðbúnaði á öllum sviðum, frá borgurum til þeirra sem ráða.
Takk fyrir það. Það var að Norstad frá nýjum flokkahópi sem við höfum ekki finnska þæðingu á. Þakka forsætisráðherranum frá koma hingað til Norðurlandaráðs á þemaþingið. Viðbúnaður er mikilvægt mál og hér hafa komið upp góðar spurningar og þetta snýst að vera ekki berskjaldaður hvað varðar aðgangað orku, olju og gas. Við höfum áður talað framleiðslu á Norðurlöndum, sérstaklega í Noregi, þar sem ólík öfl hafa sagt að þeir að fasa út þessa framleiðslu. Hefur staðan í Mið-Austurlöndum sýnt okkur að það er mikilvægt að lýðveldi eins og hér á Norðurlöndum er halda áfram framleiðslu á eldsneyti. Við þurftum ekki stríðið í Mið-Austurlöndum til þess að sjá það. Við ætlum að vera stabíl dreifingaraðili sem þó dregur úr loftslags áhrifum, sem notar nýja tækni til þess að fanga kolefni og skapa endurnýjanlega orkugjafa. Ég held að loftslags áhrifin séu alvarleg þrátt fyrir stríðið í Mið-Austurlöndum og við eigum að framleiða olju og gas á meðan við erum að endurnýja orkugjafana sem við vinnum og tökum og framleiðum. Þannig að með stríðunni í Mið-Austurlöndum birtist okkur sú mynd hvað við getum verið berskjölduð og sama á við innrásina í Úkraínu. Við erum ekki eins háð gasi lengur eins og við vorum fyrir þá innrás. Þannig að við höfum brugðist við þeim breytingum sem orðið hafa. Takk fyrir það og þá er það ansvar frá Norðurlandaráði ungmenna, Arvid Karel, gerð svo vel. Takk forsætisráðherra Störe. Á tímum vaxandi óvissu undirstrikum við mikilvægi samstarfs yfir landamæri fyrir lífsafkomu samfélaga okkar. Jafnframt höfum við séð ekki síst á tímum heimsfaraldursins hvernig stjórnmálahindranir verða fljótt að flöskuhálsum og hvernig börn og ungmenni urðu fyrir áhrifum á mörgum sviðum án þess að hlusta væri á þau. Nokkrar norrænar skýrslur sýna að börn og ungmenni eru oft útilokuð eða fá ekki að taka þátt í ákvörðunarferlum þegar kreppa dynur á eða fyrst sé hlustað á þau eftir að ákvarðanir hafa verið teknar. Og með hliðsjón af þessu og í ljósi þess að börn og ungmenni falli ekki með skýrum hætti undir Helsingfors-samningin, þá spyr ég hvernig hyggist þið innan norræns samstarfs að tryggja sjónarhól barna og ungmenna verði raunverulega tekin með í viðbúnaði við kreppum. Nú eitt dæmi nú þetta að þú talar fyrir Norðurlandaráði ungmenna við okkur hér og þið eigið eftir að lifa lengst sem er afleiðing af ákvörðunum stjórnmálamanna og við erum með inngildingu í Noregi, við erum með ungmennaráð, við erum ungmennahreyfingar og við berum þá ábyrgð sem stjórnmálamenn að leyfa ungu fólki að kynna sjónarmið sín og þau séu alltaf með. En ég sammála því að rödd ungmenna eigi að heyrast eins og það gerir til dæmis hér í Norðurlandaráði. Kiitos. Ja seuraavana debattipuheenvuorossa Ja, þá er það Selane Ottosson frá Flokkhópi miðjumanna. Forsætisráðherra. Nú ætla ég að tala að farsóttin sýndi okkur hversu berskjöldi við vorum á landamærasvæðunum þegar norrænu löndin tóku ákvarðanir hver fyrir sig í kreppu. Þannig að stórir hlutar af samfélagum okkar vinna daglega eins og landamærin séu ekki til.
og það oft talað um 2 lönd en eitt og sama samfélag. Við höfum sameiginlegar stofnanir og aðgerðir samfélagana sem duga okkur vel þegar sólin skín, en við þurfum að gæta betur að landamærasvæðunum þegar næsta kreppa ríður yfir, vegna þess að ef einhverjir tóku eftir að samstarfið gekk ekki eins og það ætti að gera, þá var það á landamærasvæðunum. Ég hef ekki myndarskildi sem hangir heima hjá mér, þar sem stendur Ríksgrensen, sem að minnir okkur á hvað löndin okkar eru nálægt hvort öðru. Og það er ákveðin þversökuð því að Norðurlöndin sem hafa svo mikilvægt að leggja fram í Evrópu varðandi vegabréfalaus landamæri í staðinn fyrir vegabréfa eftirlit. Og síðan sjáum við þær áskorun sem hafa verið í Evrópu þar sem að við höfum þurft að sljáka á þessu frelsi. En við þurfum að undirbúa okkur undir næstu krísur, og því þráttur að næsta krísa vera öðruvísi en það sem við upplifa núna, þá hlutur fólksins skiptir miklu máli. Innanríkisráðuneytin okkar eiga gott samtal um það hvað sé hægt að læra fenginni reynslu. Og það eru náttúrulega pólitísku kerfi sem eru þarna. Mitt persónulega ábyrgð það er að gæta minnar þjóðar rétt eins og það hlutverk kollega minna í hinu löndum. Þakka fyrir þetta, og þá er það Bryndís Haraldsdóttir og flokkahópi hægri manna, gjör svo vel. Takk fyrir, og ég tala á íslensku eða gamalnorsk. Það að vinna saman í krísu eins og við höfum farið hér yfir snýst líka það að við eigum gott samstarf meðal okkar. Norðurlöndin eru 8 og við höfum vanið okkur á það að tala fjölskyldu 8 landa. Síðast þegar við héldum Norðurlandaráðsþing í Oslo árið 2023 þá mætti hingað þáverandi forsætisráðherra Grænlands, Múte B.Egede. Hann hélt ræðu þar sem að hann lýsti því yfir að Grænland upplifði sig ekki sem hluta af fjölskyldunni. Norðurlandaráð hefur síðan þá gert allt sem við getum til að tryggja það að við vinnum saman sem 8 lönd. Og við höfum lagt fram tillögu að breytingu á Helsingfors-sáttmálanum sem býður núna afgreiðslu hjá ríkisstjórnunum. Í Reykjavík árið 2024 mætti því miður ekki fulltrúar grænlensku ríkisstjórnarinnar. Í Stokkhólmi á síðasta ári mættu heldur ekki fulltrúar grænlensku ríkisstjórnar. Þá vorum við bara 7. Þannig að mig langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann sjái lausnir á því að tryggja einmitt á krísutímum sem þessum að við séum raunverulega fjölskylda 8 landa, og að þegar við höldum þingið okkar í Helsingi í haust að það verði fulltrúar 8 ríkisstjórna. Ég vil byrja á því að segja forseti að ég vil gjarna segja hvað mikilvægt að við veitum grænlensku þjóðun og Danmörku stuðning út af þeirri ósvipnu framkomu Bandaríkjaforseta og þeim vegna þeirra krafna sem hann hefur sett fram. Og þar verðum við að tala mjög skýru máli. Og svo verð ég að segja að það er ákvörðun grænlenska fullur á hverju sinni hvort þau velja að mæta eða ekki. Það má ræða það. En nú á sér stað samtal út af endurskoðun Helsingfors-samningsins þetta. Ég tel að það eigi að vera hægt að segja að Norðurlönd séu heimili allra Norðurlandana 8. En þetta verður að taka tillit til stjórnarskrárlegra atriða
og það hefur verið skoðað en markmið að við séum 8 lönd sem fundu saman í næsta sinn. Þakka fyrir þetta og hér kemur frá Norrænu Vinstri grænum Högni Hoydal, háttvirtir ráðherra. Þá að það náttúrulega mannlegur harmleikur að hinn alþjóðlega seimskipan skuli vera að það skuli vera rofna, en það mikilvægt að við sýnum samstöðu og stöndum saman þjóðaréttin. Þess vegna í framhaldi af því sem að spurningi var hér áðan, að nú norska Norðurlandaráð eftir því að Helsingforssamningur er endurskoðaður, ekki eingöngu út frá löndunum 8 heldur til að efla samstarfið almennt. Þess vegna spyr ég hvort að norska ríkisstjórnin styðji það að endurskoðun af Helsingforssamningur verði víðtækari en þetta og ekki bara einhver smá lagfæring á orðalagi með það að markmiði að efla samstöðu kraftlandana. Ég tel að það mikilvægt að séum pragmatísk ef við viljum styrkja Norðurlöndin, að við lítum á lausnir, að við meðum ekki gleyma okkur í einhverjum formsatriðum. Ég tel að Helsingforssamningurinn sé góður rammasamningur utan samstarfið og gerir okkur kleift að finna góða lausnir. Þannig að ég veit ekki hvort ég styðji það að það verði róttæk endurskoðun á Helsingforssamningnum. Ég held að við að beita kröftum okkur betur á þessum tímum og við ræðum frekar það atriði sem hér hafa verið á dagskrá og ég tel að við að einbeita okkur af því að vinna í hag þjóðan okkar. Takk fyrir þetta. Og ég vil líka þakka forsætisráðherranum sem tók þátt í málefnaumræðunni. Nú skilst mér að tíminn sé liðinn og áður en við förum á næsta dagskrálið þá skiptum við líka fundarstjóra Helena Björklund. Sælverið við og takk fyrir að fá að vera hér og ég vil einnig nota tækifærið og þakka fyrir kvöldverðin í gær sem landsdeild Noregs stóð að, en þá vil ég fá að bjóða Ihor Kopacz sem aðstoðarráðherra heilbrigðismála í Úkraínu sem ætlar að segja okkur frá stöðunni í Úkraínu og eftir erindi hans möguleikar á því að spyrja hann spurninga og Valeria Sovukan sem starfandi í ráðuneytinu, hún honum til aðstoðar og það getur létt undir ef menn spyrja spurninga á ensku en annars verður að styðjast við túlkunina sem sjálfsagt. En orðið þitt, vertu velkomin, gjör svo vel. Góðan dag, fundarstjóri, forseti, kæru fulltrúar, Norðurlandaráðs og samstarfsfélagar.
Þakka ykkur kærlega fyrir boðið. Mér mikill heiður að fá að flytja ávarp mitt hér í dag. Við viljum þakka Norðurlöndum fyrir öfluga stuðning við Úkraínu. Við metum mikils þá aðstoð sem Noregur, Danmörk, Svíþjóð, Ísland og Finnland veita heilbrigðiskerfi okkar. Þessi stuðningur hjálpar okkur að halda sjúkrahúsunum starfandi og bjarga mannslífum. Helsta áskorun okkar í Úkraínu að lifa af allsherjarstríð. Heilbrigðiskerfið undir stöðugu álagi. Við stöndum frammi fyrir eyðileggingu sjúkrahúsa, loftárásum á orkukerfin, langvarandi rafmagnsleysi og mjög miklum fjölda slasaðra, bæði óbreyttra borgara og hermanna. Við þessar aðstæður snýst málið ekki aðeins viðbrögð, heldur það hvernig við höldum heilbrigðiskerfinu starfandi dag eftir dag. Okkar megin markmið einfalt að halda heilbrigðisþjónustun uppi hvað sem á dynur. Leyfið mér að útskýra hvað gerir kerfinu kleift að starfa og halda styrk sínum. Það eru innviðir og sjálfstæði eða óhæði. Þannig að yfir 800 heilbrigðisstofnanir hafa orðið fyrir skemmdum. Og Alþjóðabankinn telur að kostnaður við að byggja þetta aftur upp sé 24 milljarðar bandaríkjadala á næstu 10 árum. Í upphafi innrásarinnar þurftum við að bregðast hratt við og forgangsraða og við byggðum upp skilvirkt net, rúmlega 600 lykilsjúkrahúsa víðsvegar landið sem veita heildstæða heilbrigðisþjónustu á hverju svæði fyrir sig. 53% þeirra eru fullkomlega sjálfstæð með varaorku, en það þýðir að þar eru rafstöðvar og sólarorkukerfi, sjálfstæð kynding og vatnsveita. Og allar hafa rafstöðvar og næstu 90% með sjálfstæða kyndingu og rúmlega 60% með eigin vatnsveitur. Flest sjúkrahúsana hafa spennujafnara og rafhlöðukerfi sem eiga að verja dýran búnað og tryggja samfellda meðferð og greiningu. Svo stendur uppfyllir 51% sjúkrahúsana opinbera staðla fyrir neyðarskýli og þau voru byggð eða endurbætt eftir að stríðið hófst. Hin 49% hafa einfaldari skjól sem enn á eftir að laga að opinberum stöðlum. Og þar leitum við stuðnings og styrkja í gegnum Shelter Coalition for Ukraine. Næstum 75% sjúkrahúsa eru tengt Starlink-kerfinu og við höfum komið á fót eldsneytisforða sem nemur tæplega 4 milljónum lítra. Og þetta gerir sjúkrahúsum kleift að starfa áfram jafnvel við langvarandi rafmagnsleysi. Og varaorkulausnir, raforkukerfið eitt helsta skotmark óvinarins. Þannig að það mikilvægt markmið að byggja upp sólarorkukerfi með orkugeymslu sem við innleiðum með verkefnum meðal annars Ray of Hope sem samstarfsverkefni heilbrigðisráðuneytisins og orkumálaráðuneytisins með stuðningi orkustuðningssjóðs Úkraínu og Evrópusambandsins, og við fögnum allir í þáttöku og stuðningi. Við þurfum meiri stuðning og einnig mætti nefna önnur alþjóðleg verkefni. Sólarorka þegar komin upp í 33% sjúkrahúsa í netinu
sem tryggir óháða raforku í 5 klukkustundir á veturna og 10 klukkustundir á sumrin og getur lækkað rafmagnskostnaðum næstum helming. Fyrir árslok 2026 stefnum við að uppsetningum í 300 sjúkrahúsum í viðbót. Og við þurfum þjónustu og innkaup á lyfjum og einfalda afhendingu. Við höfum þróað lausnir, meðal annars afhendingu lyfja með póstþjónustu og færanlegar lyfjaverslanir fyrir afskekkt samfélög og aðganga lausasölu lyfjum á bensínstöðvum. Við höldum áfram ríkisreknu lyfjakerfi þar sem sjúklingar fá lyf greitt að fullu eða að hluta úr ríkissjóði og jafnvel á stríðstímum hefur þetta kerfi verið útvíkkað. Þá er komið að geðheilsu og endurhæfingu en stríð veldur ekki aðeins líkamlegum meiðslum heldur einnig andlegum áföllum. Í dag veita yfir 500 sjúkrahús endurhæfingarþjónustu. Það jafngildir meira en 16.000 meðferðum á dag sem 11.000 sérfræðingar veita. Og við erum með 195 geðheilbrigðisstöðvar reknar á vegum sjúkrahúsanna. En geðheilbrigðisþjónusta er samþætt heilsugæslunni. Brottflutningur af læknisfræðilegum ástæðum. Yfir 6.000 sjúklingar hafa verið fluttir til meðferðar erlendis og við erum sérstaklega þakklát Norðurlöndum sem hafa tekið á móti meir en 1000 úkraínskum sjúklingum. Við komum einnig á fót kerfi hnitmiðaðra læknisfræðilegra brottflutninga. En þetta felur í sér að hermenn eru fluttir beint á sjúkrahús þar sem þeir fá rétta sérfræðimeðferð og búnaður er fyrir hendi. Þetta sparar tíma og þetta bætir árangur meðferðarinnar. Bráðaþjónusta og blóðgjöf. Bráðaþjónusta verður alltaf að vera tryggð og við höfum skipulagt skilvirkt kerfi sjúkraflutninga og leiðir fyrir þær. Á hverju svæði eru skilgreindar leiðir til sjúkrahúsa sem henta best miðað við ástand sjúklingsins. Sjúkraflutningateymi hafa nútímabúnað og hlífðarbúnað og jafnvel í loftárásum halda þessi teymi áfram að sinna útköllum. Við höfum einnig sett á fót net sjúkrahúsa sem eru undirbúin fyrir fjöldaslys. Þessi sjúkrahús búa yfir birgðum lyfja og lækningatækja og vinna samkvæmt skýrum viðbragðsáætlunum. Við höfum styrkt blóðgjafakerfið þannig að skjót samhæfing er milli sjúkrahúsa og blóðbanka með skýrum beiðnum magn og dreifingu á svæðisvísu. Og við höfum einnig innleitt blóðgjafir utan sjúkrahúsana sem getur skipt sköpum við lífshættulegar aðstæður. Við höfum auk þess fjárfest í þjálfun, þannig að hermenn hafa hlotið þjálfun í blóðbanka og geta gefið blóð. Við notum einnig nýstárlegar flutningslausnir, dróna til dæmis, til blóðflutninga á erfiðum svæðum. Allt þetta gerur okkur kleift að veita hraðari bráðaþjónustu og bæta árangur meðferða. Að lokum vil ég segja að öll þessi vinna er framhald þeirrar viðleitni sem hófst við upphaf allsherjar innrásarinnar.
Margt hefur heppnast vegna alþjóðlegs stuðnings sem við sjáum og skynjum á hverjum degi í formi læknisfræðilegra brottflutninga, sjúkraflutninga, brottarsvæðinu, búnaðar, enduruppbyggingar sjúkrahúsa, þjálfunar og samstarfs. Þessi stuðningur gerir heilbrigðiskerfinu ekki aðeins kleift að lifa af, heldur einnig að þróast. Við erum opin fyrir samstarfi og ávallt reiðubúin til að deila reynslu okkar. Því viðbúnaður gagnvart hættum sameiginleg ábyrgð. Ég þakka kærlega fyrir allt sem þið hafi gert fyrir Úkraínu. Guð blessi ykkur öll. Takk fyrir orðið og athyglina. Tack så mycket för detta viktiga. Takk fyrir þetta mikilvæga erindi innlegg umræður okkar, hvernig við getum öll til sameiginlega viðbúnað okkar á Norðurlöndum og nýtt okkur reynsluna í Úkraínu. Og ég vil líka þakka ykkur hjartanlega fyrir það sem við gerum að degi hverjum í Úkraínu. Nú verður opnað fyrir stutta fyrirspurnatíma. Og ég ætla að biðja ráðherranum að taka sér stöðu þarna fyrir sínunum og já, nú og hér hægt að veita ansvör og það 1 mínúta sem gefin til ansvara. Og þá fær úkrænska landsdeildin líka, sendinefndin líka mínútu til að svara. Fyrstur til að veita ansvar Truls Vasvík úr flokkhópi jafnaðarmanna, gjör svo vel. Ég tala norsku og ég sé að þið komið heyrnartól og hjartanlega þakki fyrir að koma hingað til Oslo í dag. Og forsetinn ykkar var hérna í þessari byggingu fyrir 2 dögum. Ég vona hljóðtækni sé í lagi. Já, það verið að ganga eins frá heyrnartólum. Við bíðum þangað til að búa að leysa þetta. Viltu byrja aftur? Gjör svo vel. Ég byrja aftur. Þakka forseti fyrir þessi inngangsorð og ég vil líka þakka fyrir að ráðherrann skuli sjá sér fært að vera hérna hjá okkur í dag. Og hér var einmitt forsetinn hans í fyrradag og við metum það mikils. Og Úkraínu þjóðin hefur neðst til að halda heilbrigðiskerfinu gangandi ekki bara í bráðri neyð heldur í stríði sem búin að vara núna í langan tíma og þetta eru gífurlegar áskoranir sem að ráðherra nefndi. Ég sannfærður að þetta reynsla sem þið hefur alveg verið laus við en aftur á móti þetta reynsla sem við getum nýtt í framtíðinni. Og ég átti að bera ykkur kveðju stórþingsins og við viljum láta ljós okkar djúpu virðingu fyrir því sem þið eru að gera. Fyrri spurningi mín að þegar þið lítum öxl, hvað finnst ykkur vera mikilvægasta reynslan sem að þið hefðu ekki séð fyrir? Og í öðru lagi, og hvað mikilvægasta ráði sem að þið geti gefið okkur norrænum þingmönnum til þess að búa okkur undir stærri krísur? Ráðherra fær mínútu til að svara.
þakka fyrir spurningarnar. Ef það er í lagi ykkar vegna þá svara ég á úkraínsku en aðstofakona mín þýðir yfir á ensku. Функціонування закладів охорони здоров'я, зокрема найважливіших, найпотужніших закладів охорони здоров'я. Мова йде про забезпечення електричним живленням, тепловим живленням, водою. Це основні базові речі. Для того, щоб це забезпечити, особливо ми з тим зіткнулися, з цією проблемою цієї зими, коли морози були за мінус 20. Перше, це повинен бути великий потужний генератор, який покриває приєднану потужність вашого закладу охорони здоров'я. А то й більшу потужність покриває. Він повинен бути не один, а повинен бути резервний, а то й 2 резервних. Чому? Тому що, знову ж таки, ця зима показала, що при морозах мінус 20, а то й вище, то замерзає паливо, то замерзає масло, або раптово виходить з лазу якась там крильчатка, якась запчастина, яку треба чекати 50 днів. На підхваті, скажімо так, є резервний новий генератор, який можна запустити. Друге, важливо, це свердловини для води автономної. Тому що особливо в цьому році, наскільки ми знаємо, ворог планує бити по нашим системам водопостачання. І навіть і минулого року ми відчули, коли після атак дронів та ракет у нас були суттєві перебої з водопостачанням в лікарнях. А це дуже важливо мати наявність завжди води, особливо в тих лікарнях, де проводять, нагадайте мені, де проводять евакуаційні заходи, чи що? Ні, цю трансфузію, не трансфузію. Кажіть далі, я розумію. Окей, I forgot. Одним словом, це дуже важливо, наявність води. І наступне, важливо мати в кожній лікарні теж з потужних, це сонячні електростанції. Окрім панелей, інвертора, обов'язково необхідно ставити якомога більше акумуляторів, які накопичують енергію. Чим ми зараз минулого року дуже активно займалися в рамках проєкту «Промінь надії», в рамках інших проєктів міжнародних. Дуже сильно допомагають нам донори, зокрема ваші країни. Я вже зазначав, який відсоток лікарень забезпечені такими речами. Ну, ось, зрештою, і ще одне важливо, теж дуже важливо, особливо зимою, це автономні котельні. Теж ми зараз будемо закуповувати, і минулого року ми зимою відчули цю проблему, коли після атак на великі наші теплоелектростанції ми відчували відсутність тепла практично по всій країні, особливо в Києві. І це тривало добами, іноді тижнями заклади могли бути без тепла. Ми швидко реагували на такі речі. У нас є закуплених багато мобільних котелень, є твердопаливні котельні, тому ми в цьому році теж цей напрямок будемо активно розвивати, закуповувати твердопаливні котельні, газові котельні. І ще теж дуже важливо – це когенераційні установки. Це установки, які генерують електричну енергію і одночасно генерують теплову енергію. Це величезне спасіння в таких ситуаціях. Ну, мабуть, з основних речей я сказав. Nú hefur stríðið varað 4 ár og hvert ár hefur verið ólíkt og það fyrir alltaf eftir hvað það er sem við stöndum frammi fyrir hverju sinni. Þetta hefur skipt miklu máli fyrir okkur.
Þú spurði hver verið svona helsta reynslu okkar og hver var helsta ráð af okkar hendi og það sem við nefndum í ræðunni, þá tölum við sjálfræði fullveldi og þá erum við að tala um efnahagslífið og við erum að tala um orkumálin, rafveitu og vatnsveitu. Og við vinnum stöðulaust á sjúkrahúsunum og þar stöndum við frammi fyrir hluti sem við höfum ekki gert áður vegna þess að óvinnurinn hefur gert árásir á rafveitukerfin okkar. Þannig að við hefur okkur vandað hitaveitu og þá er þetta að spyrja hvað er það sem er skipt mest máli. Þá tel ég að það mikilvægasta er að við höldum alltaf áfram að taka við sjúklingum og reynum að veita þá greiningu sem að við getum og hvað sem að það eru almennu borgari eða hermenn. Eins og ég sagði í kynningunni rafveituna, þá höfum við að þá við tala að það er mikilvægt að við séum ekki bara með eina afstöð, heldur að við séum með dreifðar að hverju sjúkrahúsi séu og minnstakosti 2 eða 3 afveitur í hverju sjúkrahúsi. Og það skiptir máli bæði fyrir raforkuna og upphitun. Það er kannski það mikilvægasta sem við getum sagt fyrir hönd Úkraínu. Og það sem skiptir máli á sjúkrahúsunum, þar eru við til dæmis með nýrnavélar og það skiptir afskaplega miklu máli. Þakka fyrir þetta, þakka kærlega fyrir þetta og nú gef ég sendi list upp í orðið og flokka upp í miðjumanna. Ég verða að minna ykkur á að spurningin aðeins 1 mínúta og svar er líka eingöngu 1 mínúta. Þá við báða aðeins gjör svo vel. Takk og takk ráðherra. Ég mun tala ensku. Ég vil lýsa djúpri virðingu minni fyrir styrknum og seglu úkraínsku þjóðarinnar sem hún heldur áfram að sýna. Það sem landi ykkar gengur í gegnum er ekki einungis ykkar eigin barátta heldur einnig vörn gilda sem hljóma og eiga hljóma víðsvegar Evrópu og á Norðurlöndum. Við fylgjumst með viðleitni yðar vegna innrásar Rússlands með mikilli aðdáun. En hvaða áherslur teljið þið þær mikilvægustu þegar kemur að því að undirbúa bæði almenning og til að standast og aðlaga slíku öfgakenndu og langvarandi álagi? Ну, те, що ми, давайте по-основно скажемо, що це надати своїм громадянам впевненість в тому, що вони не залишені самостійно самі собою, а особливо це відповідно це для наших... наших... для громадян. Да. Окей, тоді я вам зараз буду. Hillary will answer you. If we're talking... Ef við erum að tala almennt en ekki bara heilbrigðiskerfið, þá er það mikilvægast að ríkisstjórni styrkir fólk óháð því það er mikilvægast að veita fólki heilbrigðisþjónustu í svona langri krísu og stríði. Fólk þarf að sjá og finna að það er ekki einsamalt, það fær stuðning, það fær styrk og gott dæmi þetta er að fá upplýsingur að sjúkrateymin okkar starfa
óháð hættunni, jafnvel þótt að séu loftárásir, og svara kallinu hvað sem ádynur. Við höldum að það sé lykillinn að því að fá stuðning borgarana. Takk fyrir. Og þá fær Juho Eerola frá Norrænu frelsi orðið. Gerðu svo vel, þú verður 1 mínútu. Og að þeirri spurningu lokinni þá hefur 1 mínútu til að svara. Háttvirtir forseti og herrar ráðherra, Úkraínumenn hafa barist hetjulega í rúm 4 ár, ekki bara fyrir eigið land, heldur líka fyrir okkur hinn. Ég bý í Austur Finnlandi nálægt rússnesku landamærunum og nálægt líka á hafsvæðinu, og í síðustu viku fann ég fyrir því á bóndabænum mínum, þá fann ég fyrir þessa ára sem var gerð á olíuhafnirnar í Rússlandi, og líka hvernig flugherinn í Finnlandi reyndi að rekja þessa drónur sem að hröpuðu á finnska jörð. Og þetta var ekki nema 500 metrum í burtu. Þar er mikilvægt sjúkrahús, og það vakti mig til umhugsunar þegar ég fylgdist með þessu. Hvar eru þessi svæði í Úkraínu, og þá velti ég fyrir mig hvað við eigum fyrst og fremst að búa okkur undir ef að við lendum þessari stöðu sem að við höfum séð, sem hefur gerst í Úkraínu. Í rauninu svarar þessu kannski einhverju leyti fyrir svarinu, en mér þetta líka gaman að kannski að þú myndir rekja þetta aðeins aftur. Jú, það sem að skiptir miklu máli, það er að greina hvert atvik, að það er hreinlega stöðuga greiningar, við erum alltaf að greina það sem gerist. Hjartans þakkir, þá gef ég Lotte Jónsson orði frá Norrænu vinstrigrænum. Þakka fyrir forseti, og ég vil þakka ráðherranum fyrir að vera hér til að svara spurningum og taka þátt í umræðunum. Og ég vil líka að tjá samstöðu mínum úkraínsku þjóðinni, og það er mikilvægt að geta tryggt stöðugt og öruggt samfélag. Er mikilvægt að það sé skólar og önnur velferðarþjónusta, og þá er ég að hugsa ekki síst stuðning við börn, konur og gamalmenni, og þá er spurningi minn, hver er helsta ástæðan fyrir því að Úkraínumönnum hefur tekist að halda velferðarkerfinu gangandi þrátt fyrir styrjöldina? I think it's our strong people. Ég held hreinlega að það sé styrkur þjóðarinnar, fólkið er sterkt. Jú, við höldum hreinlega að þetta sé bara styrkurinn í hverjum einstaklingi, og styrkur starfsfólksins í velferðarþjónustunum, hvað sem er heilbrigðiskerfinu eða í herþjónustum, það er samstaða okkar. Og ekki síst vegna samstarfsaðila okkar í öðru löndum, allri Evrópu sem hefur veitt okkur stuðning. Það er samstæðan. Tack så mycket för det. Kæra þakki fyrir þetta. Og þá er það fulltrúi Norðurlandra ungmenn. Takk kærlega, og þakka
aðstoðarráðherranum. Við höfum verið að tala viðbúnað hjá borgorunum sjálfum og við höfum heyrt aðgerðir þar sem börn og ungmenni eru búin undir stríð og kreppu og þess vegna ég forvitin reynslu Úkraínumanna. Hvað var það börn og ungmenni? Hvernig við búa börnin og ungmennin undir kreppur af þessu таї? Готувати дітей. Давайте про центр ментального здоров'я, що ми і дітей там приймаємо, да? 195 нагадаємо, так? Да? Так. І що ми і на первинному рівні. Плюс, да? Говоримо. Так. So, to answer your... Til að svara spurningunni, hvernig undirbúum við yngri kynslóðina? Við nefndum að við erum með 195 geðheilbrigðisstöðvar og þar getum við hjálpað ekki bara fullorðnum heldur líka börnum. Þar eru sérfræðingar og sem geta veitt hjálp og stuðning og við nefndum líka að við höfum samþætt geðheilbrigðið og heilsugæsluna og þjálfað sjúkrateymi til þess að greina og vísa áfram þeim sem þurfa og hjálpa að halda. Við höldum að þetta sé stórt skref. Eftir 4 ára stríð eru börnin okkar líka sterk eins og annað fólk. Þá þökkum við fyrir þessa mikilvægu miðlun á dæmum og reynslu og klöppum fyrir fulltrúum Úkraínu. Så blivit dags för plats här på podiet igen. Og þá tekur Ville Väyrynen aftur við fundarstjórn. No niin, jatketaan. Já, þá höldum við áfram umræðum á þemaþinginu og það eru talsmenn flokkahópana sem fá fyrst orðið og við byrjum á fulltrúa frá flokkahópi miðjumanna. Flokkahópi jafnaðarmanna ætlaði að segja. Margar skýrslur benda á veikleika í viðbúnaði Norðurlanda en líka að það væri hægt að samþætta betur og samhæfa ekki síst á sviði lyfjamála. Eitt höfum við lært í farsóttinni að við erum hvert fyrir sig berskjölduð og viðkvæm en stöndum sterk saman. Það reyndi á aðgang að lyfjum og læknishjálp en það var hægt með samstarfi í Svíþjóð við Noreg að veita aðgang að lyfjum en líka kom samstarfi á góðum nótum hvað Ísland og Færeyjar varðar sem gátu keypt bólulyf gegnum Svíþjóð. En þessa reynsla sýnir að við þurfum að gera meira og undirbúa okkur betur áður en næsta kreppa skellur á. Og þess vegna verðum við að styrkja samstarfið bólusetningar og lyf.
og því vil ég minna á tilmæli lyfjamál þar sem var lagt til að það yrði rannsakað hvort menn ætti að standa saman með innkaup á lyfjum. Öflugra norrænt samstarf mun auka aðfangaöryggi á lyfjasviði og við eigum að auka samstarfið búnað og bólusetningar almennt og aðgang og innkaup á lyfjum. Kæra þakkir. Kiitos tästä ja se... Þakka þér fyrir þetta og þá það Rebekka Laun úr flokkahópi miðjumanna. Takk forseti og takk norrænu vinir. Ég hef hugsað mikið þessa umræðu sem nú fara fram viðbúnað og eins og norski forsætisráðherra sagði áðan þá höfum við í ýmsum löndum sent út bæklinga til almennings þar sem að fólki sagt hvernig það búa sig undir krísutíma. Það að eiga birgðir af matvælum og vatni og ýmsum öðrum viðbúnaðartækjum, en í þessum bæklingu stendur ekkert hvernig við getum tryggt fiskinn í höfunum okkar eða reynt drykkjarvatn á krísutímum. Þetta ekkert sem einstaklega leysa hver sig. Til þess að tryggja almannavarnir fyrir allt samfélagi þá byrjar það viðbúnaðan í vistkerfunum. Þess vegna mikilvægt að fræða þetta til að skapa þetta grundvallaröryggi. Þegar að rafmagni fer og þegar netið fer og þegar við getum ekki yfirfært peninga þá getum við ráðið við það einhver tíma, en síðan erum við líka með skógarelda og flóð. Þá verður ástandið mjög alvarlega. Þess vegna mikilvægt að við hugumst nú þegar að því hvernig við viljum koma í veg fyrir að þetta gerist, þannig að við séum með viðbúnað við þessum náttúruhamförum og ekki bara láta þetta byggja okkur just in time hugsun. Þess vegna mikilvægt að við líka lítum til vistkerfana í viðbúnaðar áætlunum landana. Þetta fjallar drykkjarvatnið og þetta helst líka í hendur við framtíðarsýn okkar að Norðurlandi vera samþættasta svæði heims. Á þessum tímum telli líka sem mikilvægt að við hugsum, að við munum umhverfismálin. Þau ekki aðskilin málaflokkur, heldur þetta einmitt svið sem það líka taka til að hugsa heildrænt. Takk. Takk fyrir þetta og næsta melda skrifa Bryndís Haraldsdóttir og flokkahópi hægri manna, gjör svo vel. Forseti, ég tala på íslensk. Það gaman að vera hérna í Oslo og áhugavert að hlusta á ráðherra frá stríðshrjáðu Úkraínu tala við okkur og svara okkur hvað stóra málið, hvað það sem hafði skipt máli. Það styrkleiki fólksins, strong people, sem segir okkur það að það sem skiptir mestu máli þegar við erum að fást við krísur, það fólkið okkar, að byggja upp seiglu. Hér á Norðurlöndunum erum við það lánsöm að hjá okkur ríkir mikið traust. Traust til samfélagsins, traust til innviða og traust yfirvaldsins. Til stundum talað sem norræna gullið, en ég velti því gjarnan fyrir mér hvort við séum að gæta nægilega vel að þessu gulli okkar. Því við finnum fyrir því og við vitum að það verið
að ráðast á okkur með svokölluðum fjölþáttaógnum, þar sem að aðilar sem að líkar ekki við okkar lýðræðisskipulag reyna að búa til sundrung. Við finnum fyrir því að það beitt sér gegn því að við stöndum með Úkraínu. Sem betur fer hafa Norðurlöndin staðið þétt með vinum okkar í Úkraínu og við ætlum að gera það áfram, en við sem þingmenn þurfum að standa vaktina með því að tala alltaf fyrir Úkraínu og með Úkraínu, því að við sjáum það nú þegar að það verið að reyna að brjóta á þessari samstöðu. Höldum áfram að vera sterk, gætum að gullin okkar og stöndum með Úkraínu. Kiitos. Þakka fyrir þetta. Þá næsta dagskrár Hegeby Nyholt. Það eru mörg innlegg og það er enn hægt að skrá sem mælendaskrá. Við erum ég var ekki með heyrnartól, þannig að ég heyrði ekki það sem sagt var, en ég vil þakka fyrir mikilvæga umræðu. Við verðum að ræða krísur, stríð og lýðræði, líka frá norrænu sjónarhóli. Ég vil þakka úkraínska heilbrigðismálanum, ráðherranum. Það er gott að vera hér með þér og hlusta og heyrum ykkar reynslu. Það er mikilvægt að við eflum samheldnina þegar við ræðum þessa málaflokka. Það er mikilvægt að efla heildina og við verðum að tryggja að börnin okkar og unga fólki sé vel undirbúið fyrir heim, þar sem að við verðum sífellt fyrir upplýsing og óreiðu og áróðri. Atvinnulífi tryggir tekjur og mat á borðið og lýðræðislega þáttöku í samfélaginu. Sjálfboða liðastarfið er oft kallað við gullið í löndunum okkar, en það er líka gullið í Úkraínu, heyrðu við. Þegar við veikjum þessi samfélög, þá stöndum við líka veikari frammi fyrir stríðum og krísum. Þess vegna er mikilvægst að það sem við gerum til að tryggja lýðræði, að það er að halda áfram að berjast fyrir velferðarsamfélaginu, fyrir vinnumarka þar sem að reglur gilda og við tryggjum mat á borðið og opinbera umræðu. Takk. Þakka fyrir næsti ræðumaður, það er fulltrúi Norðurlandaráðs ungmenna, gjörðu svo vel. Herra forseti, eins og ég nefndi áður að á meðan heimsfaraldurinn stóð var ljóst hvernig stjórnsýslu hindranir sem í daglegu lífi geta virst viðráðanlegar breyttust skyndilega í alvarleg vandamál. Fólk á landamærasvæðunum varð sérstaklega illa úti og ekki síst börn og ungmenni, þar sem daglegt líf þeirra, skólaganga og vinna og félagslíf urðu fyrir beinum slæmum áhrifum. Margar norrænar skýrslur hafa sýnt að börn og ungmenni voru að miklu leyti útilokuð frá ákvarðanatöku í kreppunni eða aðeins tekin þegar ákvarðanirnar höfðu þegar verið teknar, þá fenguðu að vera með. Þannig að þetta er ekki einungis spurning um réttindi, heldur gæði ákvarðana og sameiginlegan viðnámsþrótt. Þegar við vitum að ungmenni verða fyrir áhrifum og vitum að sjónarmið þeirra vantar, þegar ákvarðanir eru teknar, þá getur margt farið úrskeiðis. Samt sem áður hafa börn og ungmenni enn enga skýra stöðu í Helsingforssamningnum, sjálfum grunni norræns samstarfs. Spurningin sem við stöndum frammi fyrir og ég vil þá varpa fram er þessi: hvað segir þetta viðbúnað okkar gagnvart kreppum ef þeir sem verða fyrir áhrifum eru ekki sjálfsagður hluti af ákvarðanatökunni?
Ef við meinum af alvöru að byggja upp mót viðnámsþrótt á Norðurlöndum, þá verðum við að tryggja að næsta kynslóð sé hluti af því. Takk. The next speaker from Baltic Assembly. Já, þá gefum við þá það næstur á mælendaskrá Getrius Strukteinis. Takk. Ágæti forseti, háttvirtu kollegar. Virka tæknin? Já, það mikill heiður að fá áverpingu hérna fyrir hönd Eystrasaltsþingsins þetta mikilvæga málefni. Þetta mjög mikilvæg málefni fyrir okkur í Eystrasaltsríkjunum vegna þess að við höfum sameiginlega sögu og reynslu og öryggismálin í norðri var það líka okkur. Stríði gegn Úkraínu hefur breytt okkar skilningi okkar skilningi á öryggismálum. Og viðbrögð Eystrasaltsríkjanna hefur verið að við höfum aukið viðnámsþol okkar og höfum það ofarlega á dagskrá hjá okkur. Við vitum að þetta ekki hægt að gera hver í sínu horni, heldur verðum við að gera það sameiginlega. Þess vegna vil ég segja, kæru kollegar, að það engin áhætta að það rætt þessi málefni þegar varðar okkur lönd vegna þess að þetta nokkuð sem við höfum þurft að vera mjög velvegandi gagnvart á undanförnum mánuðum, eins og þið vitið. Og við höfum líka sendt frá okkur yfirlýsingu til þess að þar sem við lýsum við hvernig við bregðumst við krísum. Við verðum að dýpka skilning okkar að krísur virða ekki landamæri og það viðbrögð okkar heldur að gera. Í Eystrasaltsríkjunum erum við líka að efla samstarfi með ýmsum hætti. Við erum að undirbúa sameiginlegar aðgerðir til þess að undirbúa samfélag nokkuð betur. Við erum líka að undirbúa samstarfsstofnana í löndunum okkar og má ég aðeins nefna nokkur atriði þess að viðbúnar eru eldur í fyrsta lagi eða frjálsför, hreyfanleiki. Þannig viljum við gefa fólki möguleika á að geta ferðast frjálst. Og þetta bæði við fólk og líka við hergögn. Þannig að það sé hægt að flytja fólk eftir þörfum þegar krísa vegna þess að það mikilvægt að geta brugðist fljótt við. Svo það varnarmál og lykilþátturinn í þessu að við getum tryggt eystri landamæri okkar og þá líka mikilvæga grindveiði. Og í síðasta lagi það viðnámstól samfélagsins. Það mikilvægt að tryggja seglu samfélagsins í heilsinni og þar erum við að hugsa bæði almenning og stofnanir og að þessir aðilar geta unnið betur saman vegna þess að þetta í raun öflugasta varnarlínan okkar og þetta hefur reynsla Úkraínumanna hefur sýnt okkur þetta. Ég alveg að vera búin. Já, takk. Og síðast en ekki síst, hvað var það frjálsa för, þá höfum við líka lært á dýrmætri reynslu af krísum. Í heimsfaraldrinum þá sköpuðu Eystrasaltsríkin svo kalla baltneska búblíu þar sem að við höfðum samneyti með vissum skilyrðum þannig að við gátum brugðist sameiginlega við, þannig að við gátum brugðist við hröðum breytingum og með ákveðnum hreinskiptni. Þannig að kæru félagar og vinir, ef það eitthvað skilaboð sem ég vil senda ykkur í dag, þá það að viðbúnaður stöðugt, sífellt ferli, þar sem að við erum að læra eitthvað nýtt að hverjum deginn og að það mikilvægt að deilunda með okkur. Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin hafa einstaklega tækifæri til að leiða veginn, höldum áfram að læra hvert af öðru. Til þess að tryggja að þegar nýjar áskoranir birtast þá erum við viðbúin öll saman. Takk og Guð bless okkur öll.
Bestu þakkir fyrir þetta og næsti ræðumaður er Pim van Ballekom frá Benelux-þinginu og já, ég vona að ég verði þægari. Kæru kollegar, dömur og herrar, fyrir hönd Benelux-þingsins sem varaforsti þess vil ég færa gestgjöfum okkar í Norðurlandaráði einlega þakkir fyrir að bjóða okkur til Oslo, þessa fögru borgar sem getum við alla notið núna, en í gær var ánægilegur kvöldverður sem bætti það nú upp. Mér er heiður verið hérna á þemaþingið er mjög mikilvægt hérna eins og staða heimsins í dag, sveigjanlegt frjálsför og það eru grunnstóðir. Frjálsflæði yfir þjónustu er mikilvæg hóstæð svæðisbundu öryggis bæði á Norðurlöndum og Benelux-svæðinu og líka í Evrópusambandinu að vera sveigjanleg í milliríkjasamstarfi. Þetta er gott til að geta brugðist hratt og viðandi hátt við kreppum sem er að verða sífellt raunverulega óstöðulega umhverfi okkar. Samstarf Benelux byggist á raunverulegum þörfum borgarana, landamærastarfsfólk, fyrirtækja og sveitafélaga. Hvort sem ræðir samvinnu lögreglu og öryggisyfirvalda, baráttu gegn félagslegum undirbúum, sjúkraflutninga við landamæri eða sjálfvirka gagnkvæma viðurkenningu prófskírteina. Þá skilar Benelux lausnum og sem virka vegna þess og tímum kreppum er þessi nálgun mikilvæg. Sameiginlegar æfingar viðbúna nauðsynlegar í óstöðum heiminn útumans verðum að efla sigluna sama hvort að það séu náttúruhamfarir eða stafrænar árásir og ýmislegt. En Benelux-landin eru mjög aktífið þessu og saman. Og það er mjög mikilvægt að við vinnum saman og Benelux er gengt frumkvæðilega hlutverki líkt og einu sinni með Schengen og Benelux getur á ný þjóna sem tilraunastofa fyrir evrópska samþætningu varðandi öryggi, orkumál, hernaðarlegan hreyfanleika og við gerum það samkvæmt 350. grein sáttmála Evrópusambandsins. Kæru samstarfsfélagar innan Norðurlandaráðsins er skýrt ákall nútímavaða Helsingfors-samningin sem er stjórnskipulegu grundvöllur norræns samstarf. Þetta þemaþing getur einnig veitt Benelux innblástur til að endurskoða Benelux-samningin frá 2010 og þróast í átt að sameiginlegri Benelux-nálgun á sviði öryggis og viðbúnaðar. Benelux, Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin geta og verða að taka forystuna og sýna hvernig svæðisbundið samstarf getur styrkt viðnámsþol í Evrópu. Og forsætisráðar ykkar í morgun var einmitt að hvetja til auki samstarfið Evrópusambandið og ég get sagt við ykkur norski vinir, þið eru öll velkomin. Takk fyrir. Bestu þakkir til alþjóðlegra gesta okkar og ég verð að segja á þessum tímum í dag er aldrei verið mikilvægara að vera saman og við virðum það að þið hafi tekið ykkur tíma og við munum einnig heimsækja ykkur og halda áfram að vera með þessa góðu samvinnu. Já, takk fyrir. Já, núna erum við klukkutíma undan í dagskráni. Ef allir geta að takast á við svona, þá tökum við okkur pásu í 10 mínútum og þá höldum við áfram með fyrirspurnatíma samstarfsráðherranna. Nú er 10 mínútna pása og þá höldum við áfram og ráðherrarnir eru mættir í salin. If you want to say, we start again. It's really hard when sorry. it is. It was just to show you what is the time.
Vad gör vi när vi kommer till färgerna? Ska vi stänga av rummen då? Det är det man må göra liksom. Men det är det man gör. Ja. 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 Okej. Jaha. Ja.
att alla... Þá ætla ég að biðja alla í salnum að fá sér sæti og þá ætlum við að halda áfram að athyglisverðum punkti. Það er númer 3 og það er fyrirspurnatími samstarfsráðherranna og í dag hef ég þann heiður að bjóða samstarfsráðherranum Íslandi og Færeyjum og það er Bárður Stig Nielsen og velkomin Bárður og sem er samstarfsráðherra Færeyja og svo er það líka Logi Einarsson sem er samstarfsráðherrann frá Íslandi og báðir ráðherrarnir fá 2 mínútur hver fyrir ræður og þær eru hérna uppi og eftir þá geta allir þingmenn komið með spurningu eða ansvar í 1 mínútu. Við leifum ráðherrunum báðum fyrst að tala áður en spurningarnar koma. Ráðherrarna geta líka skipst á því ákveða hverju svara ef maður er með einhverja spurningu til ráðherra Færeyja eða Íslands þá getur maður beint þeim. Og gjörðu svo og velkomin Bárður á Stig Nielsen, gjör svo vel 2 mínútur. Herra forseti, frú forseti og kæru norrænu þingmenn og kæru norrænu vinnir. Ég er nýr í þessu starfi, ég heiti Bárður Stig Nielsen og fyrir utan það að vera samstarfsráðherra þá er ég líka utanríkis- og sjávarútvegsráðherra Færeyja. Og það er mikill erfitt að standa hér bara örfáum dögum eftir að ég tók við ráðherraembættinu sem samstarfsráðherra og þetta er fyrsta verkefni mitt og að fá tækifæri til að hitta Norðurlandaráð. Norðurlandaráðið gegnir mikilvægu hlutverki sem þingmannasamstarf í norrænu samstarfi og ég mun gera allt sem ég get til þess að tryggja að við fáum gott samtal á þessu formennsku ári Dana og Færeyinga. Eftir nokkur ár með blokkpólitík í Færeyjum þá hefur við nú myndað samstefnustjórn með 3 flokkum, það er flokkurinn minn, sambandsflokkurinn, íhaldssami fólkaflokkurinn og jafnaðarflokkurinn sem eru færeysku jafnaðarmennirnir. Ríkisstjórnarsáttmálinn okkar með skriftina ábyrgð, stöðuleiki og breiði samningar. Þetta er ekki bara gildi sem við tölum sem mikilvæg fyrir Færeyinga, heldur eru þetta líka gildi sem að við ætlum að gera alls ekki getum til að leggja til málan í alþjóðlegu samstarfi einnig norrænu. Í áætlun okkar hefur við látið ljós ósk okkar Færeyinga að gegna virkari hlutverki í utanríkismálum. Við viljum axla ábyrgð og hafa áhrif á þær ákvarðanir sem eru teknar sem varða Færeyjar. Þetta á ekki líka við norrænt samstarf. Það er samstarf sem við Færeyingar metum mikils og forgangsröðum. Þess vegna er það bæði með gleði og eftirvæntingu að norrænu ríkisstjórnar hafa nú skipað nefnd sem á að endurskoða heilsufárssamninginn. Þetta er endurskoðun sem á að ryðja brautina fyrir því að þáttaka Færeyinga, Grænlendinga og Álandseyja verði á jafnari grundvelli í Norðurlandaráði og norrænu ráðherranefndinni. Þessi nefnd er sett á laggirnar í framhaldi af tilmælu Norðurlandaráðs frá 2024 sem var samþykkt einróma í Norðurlandaráði. Því vil ég þakka ráðinu fyrir að ryðja þessa braut. Norðurlandaráð óskar eftir breiðari endurskoðun á samningnum og ég er að mörguleyti sammála það. En þetta er ferli þar sem að þarf að ná einingu og þess vegna teljum við sem formennskulönd að það sé mikilvægt að efla og nútíma veða rammana norrænt samstarf. En við vitum að til þess að vinna þá verðum við að skipta hlutunum upp í minni kafla. Uppfærslu
Norðurlanda Helsingforssamningsins, þá leggjum við líka mikla áherslu á samfélagsöryggi, en það einmitt það sem málefni sem fjallar á þessu þingi. Það hvernig við á Norðurlöndu getum í sammenningu eflt seiglu okkar. En þessi sömu málefni hafa verið til umfjöllunar á sumarfundi samstarfsráðherranna í Færeyjum á liðnu sumri og þar veitum við ráðherrunum innsýn inn í hvernig við fyrirkomulag almannavarna eru í Færeyjum. Og ég vil þakka enn og aftur fyrir þetta tækifæri til að taka þátt í þessu þingi og ég hlakka líka til að taka þátt í fyrirspurnatímanum. Takk. Já, bestu þekkjur Bárður og Færeyjar ásamt Danmörku eru í formennsku í ráðherranefndinni. Og nú býð ég Lóga Einarsson velkomin frá Íslandi. Þú ert líka með 2 mínútur. Kæru þingmenn á Norðurlöndum, kæru gestir, við lifum á tímum í heimi sem breytist hratt, ný hnattrætt veruleiki, ný tækni, loftslagsáskoranir. Það eru einnig hér á Norðurlöndum. Á sama tíma höfum við séð að þessar breytingar hafa styrkt samstöðu Norðurlanda og í dag greinilegu kraftur til að byggja á þeim gildum sem við deilum. Við séum nú enn nær hvort öðru og finnum sameiginlegar lausnir á þeim flóknu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í ólgusum heimi. Samstarfsráðarnir hafa ákveðið að skoða ramman sem skilgreinir formlegt norrænt samstarf í Norðurlandaráði og Norrænu ráðherranefndinni, það að segja Helsingforssamningin. Og ég þakka Norðurlandaráði fyrir þetta og því höfum við nú skipað nefnd til að undirbúa tillögur að raunhæfum breytingum á Helsingforssamningnum þar sem Færeyjar, Grænland og Álandseyjar geta náð jafnri þáttöku í norrænu samstarfi. Að síðasta ár hafi leitt til aukinnar áherslu á borgaralegt öryggi og viðbúnað, þá má segja sé vægt til orða tekið. Nú unnið að samræmda átaki í samfélaginu til að auka viðnámsþrótt samfélag okkar óháð því hvort ógnirnar eru loftslagstengdar, borgaralegar eða hernaðarlegar. Framlag ráðherranefndarinnar til þessara vinnu er ekki aðeins eftirsóknarvert. Það er nauðsynlegt og það er líka eðlilega afleiðing af svona víðtækari sýn á samkeppnishæfni, græna umskipti og félagsleg sjálfbærni. Viðleitni okkar til að efla hreyfanleika á Norðurlöndum einnig að verða sífellt mikilvægir í þessu samhengi og eins og þið vitir þá höfum við aukið starf okkar á þessu sviði. Við höfum skapað nýtt svona vistkerfi með lykilaðilum og með auknum fjármunum fyrir stjórnsýsluhindranir og norræna upplýsingaþjónustu sjáum við hægt og rólega árangur þessar vinnu. Þegar að sérfræðiþekking og nýsköpun geta flætt frjálst á Norðurlöndum höfum við stefnumótandi samkeppnisforskot og þannig að þá getum við þróast með samþættingum milli landa, styrkjum við ekki að samkeppnishæfni okkar, heldur styrkjum við einnig samheldi. Þegar við stuðlum að samþættingum milli landa, styrkjum við ekki að samkeppnishæfni okkar, heldur einnig samheldi og siglu samfélagsins og svæðisins. Takk fyrir. Já, bestu þakkir Logi og þá haldum við áfram með fyrirspurnartíman. Það minn ég á, maður hefur 1 mínútu fyrir spurningu úr ræðustóla og ráðherrann fer í þennan ræðustól að svara och först är Nina Fällman frá Flokkhópi jafnaðarmanna. Tack. Jag har en fråga som... Já, ég er með spurningu sem við höfum áhyggjur af sem hefur ekki með Helsingforssamningin að gera. Við sjáum að unga fólkið á Norðurlöndum eru áskoranir vegna andlegar veikinda og óheilsu.
þau vantar svona framtíðartrú, vantar von og þau vantar traust til samfélagsins og stofnana, traust til okkar að við getum veitt þeim þá framtíð sem að þau trúa á. Við jafnaðarmenn viljum meina við þurfum að byggja samfélagið og félagslegu möguleika þannig við getum veitt þeim von. Það því að skortur á framtíðartrú hefur áhrif á allt, heilsu og framtíðarvinnu, hvort við fá börn eða barnabörn. Við verum að sjá til þess að unga fólki okkar trúa framtíðina. Þannig hvernig líta samstarfsráðirnar á þörfina og hvernig við í norrænu samhengi veitt þeim von og framtíðartrú. Já, takk fyrir spurninguna og það engin spurning að börn og ungmenni eru framtíðin okkar og nú þarf ég að tala mest út frá færirsku. Ég er nýr hérna en við á Færeyjum setjum líka spurningum hvernig getum við tryggt góða framtíð fyrir framtíðar og þannig að þið getur verið í Færeyjum og átt gott líf í Færeyjum og meðal annars þá erum við að vinna með samfélagsmiðla og það lítur út fyrir að það erfitt fyrir börn og ungmenni að hantera samfélagsmiðla en það engin spurning að við samstarfsráðinu verðum að setja þetta líka á dagskrána. Að þetta kannski ekki vandamál sem að allir eru með heldur, við erum ekki bara með þetta heima heldur alls þar á Norðurlöndum og ég held að við samstarfsráðarnir getum tekið þetta upp og forgangsraðað svo við getum skapað öruggan heim fyrir börn og ungmenni hér á Norðurlöndum. Þetta líka til að tryggja þeim góða framtíð. Takk fyrir það og næsti Jóni Óvaska frá flokkahópi miðjumanna. Já, takk fyrir þetta. Spurning til íslenska ráðherrans. Ég held að það sé svona gjáa milli Norðurlandaráðs og ráðherranefndina núna. Að því að ríkisstjórninnar hafa ekki hlustað á tillögu Norðurlandaráðs hvað varðar Helsingfors-samningin. Vilja ekki ríkisstjórnina að Norðurlandaráð geri meira saman eða eru hræddir með að kannski að Norðurlandaráð skipti sér of mikið af starfi ríkisstjórnina. Forsætisráðherrann sagði að allir vilja vera svona raunhæfir en ef við ætlum að vera það þá verðum við að uppfæra Helsingfors-samningin að því það gerir svo mikið í kringum okkur hérna á Norðurlöndum og í heiminum. Takk fyrir. Að svara á íslensku. Ég er sammála því að samningur samstarf Norðurlandana sem hefur ekki breyst í 30 ár auðvitað eitthvað sem þarf að skoða og endurhugsa. Það svo ótrúlega margt sem hefur breyst á þessum stutta tíma. Það breytir því þó ekki að það verður að gera það mjög vandlega. Það þarf að huga að ýmsum hlutum, hvort eigi heima inni í samningnum. Það þarf að hugsa stjórnskipun, alþjóðlega samninga aðra og ýmislegt svoleiðis. Ég vona að það sé orðum auki að það sé gjá á milli þessara tveggja aðila vegna þess að við tókum þessa hvatningu mjög alvarlega og höfum unnið að henni. Vissulega það rétt að við tókum ákvörðun í fyrsta kastinu að einbeita okkur að því að gera Grænland, Færeyja og Álandseyja fullgilda meðlimi hér til jafnræðis við okkur hinn. Það gerum við meðal annars vegna þess að við stöndum frammi fyrir ótrúlegum áskorunum í heiminum og það væri bara mjög sterk skilaboð. Við munum síðan auðvitað skoða og ræða aðra hluti sem að nefndir voru og ég þakka aftur Norðurlandaráði fyrir að hafa komið með þessa hvatningu til okkar. Takk fyrir og þá það Bryndís Haraldsdóttir frá flokkahópi hægrimanna. Gjör svo vel. Ég ber fyrirspurn til færeyska samstarfsráðherrans og ég ætla
vera á svipum slóðum og Jonny og Vaska. Árið 2021 þá skilaði Enistam skýrslu til norrænu ráðherranefndarinnar. Þar var skýr tillaga að uppfæra þyrfti Helsingfors-sáttmálann. Það lét sérstaklega samfélagsöryggi. Árið 2022 stofnaði Norðurlandaráð starfshóp þar sem í voru fulltrúar frá öllum flokkahópum í Norðurlandaráði og frá öllum 8 löndunum. Sá starfshópur skilaði góðri vinnu og skýrslu með tillögum að breytingum á Helsingfors-sáttmálanum. Á þinginu okkar á Íslandi 2023 þá var það einróma samþykkt tillagan breytingar á Helsingfors-sáttmálanum. Þær litu vissulega að því að Færeyjar, Grænland og Álandseyjar gætu orðið sjálfstæður aðili að Norðurlandaráði, en þær snéru að miklu fleiri þáttum. Norðurlandaráð var skýrt að við viljum að öryggis- og varnarmál séu líka inn í þessu sáttmála. Við vildum líka að unga fólki væri skrifað inn. Við vorum líka að tala samfélagsöryggi, loftslagsmál. Þannig að þarna liggja fyrir skýrar tillögur sem að höfðu stuðning frá öllum í Norðurlandaráði. Þannig að spurning mín til ráðherrans í fyrsta lagi, mun ráðherrann beita sér fyrir því að Helsingfors-sáttmálinn verði uppfærður í samræmi við vilja Norðurlandaráðs, og telur ráðherrann að Færeyjar, Grænlands og Álandseyjar verði fullir aðilar að Norðurlandaráði og Helsingfors-sáttmálanum, þannig að við njótum nærveru ráðherra frá öllum 8 löndunum á næstu Norðurlandaráðsþingum. Ja, tack för frågan Bryndís, och jag tror att Fyrir spurninguna Bryndís, og ég held að Ísland hefur einmitt verið hluti af því að hraða þessu ferli, og til að svara spurningunni ég trúi því að við komum þessu til haustsins og síðan eins og forsætisráðherra Störe sagði fyrir dag, og heimurinn lítur á okkur sem heild. Við erum 8 lönd en við erum eins og við sem heild, það eins og heimurinn sér okkur. Þess vegna heldum við að við ættum að geta staðið saman út í heiminum, og það gerum við með því að vera með þétt og gott samstarf, og ég mjög glaður ef maður búin að skipta þessu upp þegar við tökum þennan hlut í Helsingfors-samningnum fyrst og síðan tökum við hina hlutina og klárum það fyrir næsta. Að í stjórnmálum það þannig að þú tekur of stóran pakka þá hætt við að allt bara hrynji, en ef þú skiptir þessu upp í bita þá getur maður að klára þetta, og við þökkum fyrir allt starfi sem hefur verið unnið. Bestu þakkir, og þá fær Juho Eerola frá Norrænu frelsi. Takk ordförande. Takk fundarstjóri. Ég ætla að spyrja færeyska ráðherrann á finnsku. Þetta sama umræðuefni sem Bryndís og Óvaska spurðum hér í salnum, sameiginlegur vilji að sjálfstjórnarsvæðin staða þeirra veri styrkt. Og ég man í Norðurlandaráði á Íslandi hvernig allir klöppuðu fyrir þessum einróma stuðningi. En þróunin hefur tafist og uppfærslan á Helsingfors-samningnum verið standa í stað. Hvernig sjáið þið þróunina fyrir þessi svæði og að verði ekki af þessu jafnræði og jafnrétti sem stuðlað að, jafnvel þótt að sé ekki af okkar völdum? Takk fyrir spurninguna. Ég held að við öll löndin á Norðurlöndum stöndum sterkari ef okkur tekst að ljúka
endurskoðun Helsingfors samningsins og við höfum ákveðið að byrja á ákveðnum kafla, það er að segja að jafn setja löndin öll sem eru 8. Við vinnum saman en svo þegar kemur að öðrum málum heldur en þessu, börn og ungmenni og öryggismál og þess áttar, að við tökum það í næstu áföngum. En þótt við séum tortryggin í bili, það vona ég að svo nefnd sem hefur verið skipið, hún fá að ljúka störfum og við tökum einn áfanga í einu. Takk. Þá er frá Norrænum Vinstri grænum Högni Haudal næstur í ræðustól. Frú forseti, ég beini spurningu minni að samstarfsráðherra Íslands, Loga Einarssyni en ekki mínum eigin ráðherra. Logi sagði að hann styddi að Helsingfors samningurinn tekinn upp í ríkara mæli í samræmi við það sem Norðurlandaráð hefði ákveðið. En hvernig höldum við áfram, hvaða næstu skref tökum við? Jafnræðið milli landana er nánast orðin hindrun fyrir frekari þróun og við erum ekki ánægð með það. Ef við eigum að þróa norræn samstarf eins og Norðurlandaráð hefur ákveðið, þetta er spurningin til Loga. Er hægt að hugsa sér að það fari fram samhliða endurskoðun á öðrum hlutum samningsins og líka þeim hluta sem varðar jafnaræðið, eins og til dæmis loftslagsmál og varnar- og öryggismál. Við getum ekki staðið í stað. Í heiminum mögulegt og við Íslendingar og Færeyingar við getum nú gengið rösklega til verk þegar við förum að vinna. Stundum förum við fram úr okkur og þetta er svona eins og mamma mín kendi mér að ef maður er að fara að taka til þá er ekki nóg bara að yfirborðsreinsa, heldur það maður fara hann í alla skápa og skúffur og gera þetta almennilega. Þannig að ég held að það sé engin hindrun á okkar hálfu. Við tókum bara fagnandi þessari hvatningu. Ég er sannfærður það sjálfur að það hafi verið skynsamlegt verk að taka sem sagt jafnræðisverkefni út fyrir sviga til þess að geta klára það hratt. En ég held að þetta sé alveg tímapunkturinn þar sem við eigum að fara að ræða önnur efni og við skulum bara vera endilega í samtali nánu, Norræna ráðið og ráðherranefndin það með hvað hætti við gerum það. Takk fyrir það. Og þá er komið að Norðurlandaráð ungmenna. Nei, ég biðst afsökunar. Það er annar ræðumaður sem fær mínútu. Takk, forseti, spurningunni minni er beint til finnska ráðherrans og varðar vernd barna og ungmenna, þar að segja brottflutning barna til þess að barnavernd í Noregi geti staðið gegn brottflutningi barna. Þá hefur það verið hvernig hefur ráðherranefndin ætlað að vinna á norrænu vettvangi gegn því að börn hverfi eða séu flutt nauðug burt. Er hægt að efla norrænt samstarf att skiptast á þekkingu slík mál. Nu vet jag att du sa finsk minister, men du menar färöisk. Þú sagðir finnsku ráðherra, en þú hefur átt við færeyska ráðherran, og það ég. Ég vissi ekki að börn hyrfu
og það sem betur fer ekkert sem við sjáum í Færeyjum, en úr því að það þannig að börn og ungmenni hverfa, þá það sjálfsögðu eitthvað sem við samstarfsráðherrarnir verðum að kortleggja og taka til okkar. Þannig að ef ég skildi spurninguna rétt, þá var það þannig að börn hyrfu, en þetta á ekki við það ef þau eru sjálf að fela sig. En slík vandamál höfum við út allt og við ætlum að verða sterkari í því að mæta ógnum félagsmiðla og stafvæðingarinnar. Mycket bra, tack. Takk fyrir svarið. Þá komið að Norðurlandaráði ungmenna og ræðumaður hefur 1 mínútu. Takk fyrir orðið, forseti. Norðurlönd við öllu búin, og ef þið myndu spyrja mig eða okkur í Norðurlandaráði ungmenna, þá svarið nei. Við erum í kynslóð sem höfum orðið fyrir alls konar kreppum, hryðjuverkam, stríði, loftslagsbreytingum og farsótt sem við vorum ekki búin undir og hefur bitnað hart á okkur. Og þótt okkar sameiginlega reynsla sé þessi að við getum staðið saman og skipulagt okkur í fyrirfram, og þótt við vitum að við getum dregið úr losun frá samgöngum okkar og flutningum, og þó að þessi mál tengist markmiðum atvinnulífsins sameiginlegt regluverk, þá höfum við ekki enn fengið norrænt ráðherraráð samgöngur eða ráðherranefnd. Þannig að ég spyr Ísland, íslenska ráðherran, hver staða þín í þessu máli? Ég veit að menn eru ósammála, en myndu þið vilja setja á fót ráðherranefnd samgöngur svo að við getum búið okkur betur undir framtíðina? Takk. Það alveg rétt sem að þú hófst ræðuna á að ungt fólk í dag hefur orðið fyrir áföllum eftir áfall, og miklu erfiðara held ég að vera ung manneskja í dag heldur en þegar ég var, og heimurinn var miklu einfaldari. Nú horfist við fram, við erum að glíma við loftslagsbreytingar, við erum að glíma við grundvallar tæknibreytingar sem munu gjörbylta öllu okkar samfélagi, en við þurfum hins vegar til þess að stíga þessi nauðsynlegu skref sem að forsætisráðherra Noregs kom inn á, að fara yfir í endurnýjanlega orku, þá þurfum við að taka samgöngumálin til umræðu, og þau hafa alveg verið til umræðu innan ráðherranefndana hjá okkur. Hvort að það á að vera sérstök nefnd það eða ekki, það verður auðvitað bara að skoðast. Eftir því sem fjölgar þá kannski missa nú svona stundu vikt, þannig að ég held að við höfum alveg verið að gera ýmsa hluti sem að hafa gengið ágætlega, þurfum að gera betur. Samgöngur Íslendinga við hin Norðurlöndin, þau eru nú fyrst og fremst með flugi eða skipum, en síðan eru líka mjög flóknar áskoranir innan Skandinavíu vörubílaakstur og flutningsakstur og ýmislegt svoleiðis. Þannig að ég held að þetta verði bara að skoðast, en ný nefnd ekki alltaf lausnin, en hún getur verið það. Tack för det, och då har vi några frågeställare kvar. Takk fyrir það, við erum með nokkrar spurningar í viðbót, og þá að forsetinn Vilji Väyrynen frá flokkahópi hægrimanna. Takk fyrir. Frú forseti, þetta spurning til Færeyja og samstarfsráðherra þeirra. Ég var ekki með í vinnuhópunum á þeim tíman þegar maður fór að uppfæra Helsingfors-samningin,
En ég var nefndaformaður rétt fyrir Reykjavíkur þingið og ég veit að Norðurlandaráð var mjög sammála og mjög fljótt sammála á hvaða liði ég uppfæra og stærsta vinnan var gerð í sambandi við Færeyjar, Grænland og Álandseyjar og nú heldur ferli áfram 2024 haustið í Reykjavík. Þá mæltu við öll sammála með því að allir hinn atriðin. En nú heyrum við 2026 að ráðherranefndin ætlar kannski að byrja að ræða þetta í sumar. Getið þið sagt hvort að Helsingfors-samningurinn verður opnaði líkar hvað varðar hinn atriðin í náinni framtíð? Takk fyrir spurninguna, Ville. Það er þannig að þessi hluti sem fjallar en uppfærslu á Helsingfors-samningnum auðvitað á að gera þetta samhliða. En þetta var sérstaklega verið að hugsa Færeyjar, Grænland og Álandseyja og þáttöku þeirra og allt hitt eru líka ekki endilega eitthvað sem við þurfum að leysa með þessari nefnd og þess vegna vona ég að við getum tekið þetta upp til umræðu á sumarfundinum í Færeyjum í sumar og svo setjum við það starf af stað þannig við getum verið með samhliða, getum við leyst eitt í haust og svo vonandi getum við leyst einhverju líka í sambandi við varnarmál og viðbragð því það er nauðsynlegt og það er líka reynsla mín til dæmis á Færeyjum á tímum COVID að við vorum ekki undirbúin fyrir krísu á Norðurlöndum því miður. Bestu þakkir og þá er það næsti Dagbjörg Hákonardóttir frá flokkahópi jafnaðarmanna. Gjör svo vel. Ráðherrans. Hér á vettvangi Norðurlandaráðs höfum við oft verið að horfa á stafrænar lausnir og óhindrað aðgengi yfir landamæri en síður kannski með nógu markvissum hætti á samskipta og fjarskipta innviðina sjálfa. Hér er ég að tala mikilvæga innviði eins og sæstrengi og stafrænt fullveldi. Þetta skiptir okkur miklu máli. Ég veit að hæstvirtur ráðherra kemur úr þeim geira hluta og ég vil spyrja það hvort að hann telji við gera nóg. Eigum við tækifæri til þess að hugsa það með meiri strategískara hætti og þá með hvaða hætti? Gott mynd. Já, takk fyrir spurninguna og það er þannig að það er verið að vinna í sambandi við gervigreindarsetur sem að Norræna ráðherranefndin setti af stað. Ég get bara sagt að ég er forgangsmaður að við stafvæðum allt samfélagið og líka milli landana og við á Færeyjum hefur þróað okkar kerfi þegar að kemur að svona persónuskilríkjum og ég veit að Eistland er líka með mjög gott kerfi. Það er þetta módel sem við keyrum eftir á Norðurlöndum frá Eistlandi. Fyrir mína hönd þá mun ég mun virkilega vinna þessu og líka í samkeyrslu á öllum Norðurlöndunum. Þetta skiptir mjög miklu máli, við getum talað saman á stafrænan hátt. Og þá fer orðið til Jóhann Dahl frá flokkahópi miðjumanna. 1 mínúta. Takk fyrir orðið. Spurningi minn fer til íslenska ráðherrans að við í sambandi við Helsingfors-samningin sem að ég hef mjög mikinn áhuga á að komist á koppinn og spurningin er
það var búið að setja á nefnd sem að tryggja það að Grænland og Færeyjar og Álandseyjar fá sína föstu stöðu. Já, það skiptir máli, en það er líka mjög mikilvægt að allir hinir hlutarnir sem við ákveðum í Norðurlandaráði verði teknir upp og spurningi mín til ráðherrans er hér, getur ráðherran tryggt það á sumarfundinum að þetta verði tekið upp og maður gerir áætlun, vinnuáætlun, númer 1 að Grænland, Færeyjar og Álandseyjar verði með fullgildi meðlimir og strax á eftir þá tökum maður alla hina atriðin sem að Norðurlandaráð hefur mælt með til ráðherrana og landana. Takk fyrir. Ég hlakka til að koma til Færeyja, langt sem ég hef komið þangað. Ég ætla að byrja á því að fara að sjá altaristöflun eftir Mykines og svo fer ég á fundin. Og ég get að minnstakosti sagt það, ég get tryggt það að við ræðum þetta. Ég get ekki hins vegar veitt neina tryggingu fyrir hvað kemur út þeim samtölum. Þetta auðvitað víðfemt, þetta flókið, sumt verið að vinna nú þegar að innan einstakra ráðherranefnda og verður bara gert áfram, annað þarf kannski að fá endurskoðun. Það skiptir líka máli í fyrsta fallinu að það hefur svo margt breyst í heiminum að við skoðum hvaða breytingar við getum gert innan ramma samningsins áður við förum svo að reyna einhvern veginn að útvíkka. Við vitum það líka að varðandi einstaka málaflokka hafa löndin viljað halda því fyrir utan og við munum bara eiga 4 umræður það. Ég meina löndin eru líka í ýmiss konar og stundum ólíkum fjölþjóðlegum og alþjóðlegum samskiptum sem kallar á skuldbindingar. Við erum með ólíka stjórnarskrár, þannig að það ýmislegt sem að gera það verkum að þetta verður flókið, þetta verður fjörugt og skemmtilegt og við allan tökum þetta til umræðu. Tack så mycket. Bestu þakkir og þá næstu, það Anna Kristína Mikkonen frá flokkahópi jafnaðarmanna. Forseti, kæru kollegar, spurningar fyrir Loga Einarsson. Núna þegar dagskráin fyrir frjálsa för á Norðurlandi þýðir að Norðurlandaráð ekki lengur í stjórnsýslu hindranaráðinu. Áður var Norðurlandaráð sjálfstæður hluti af starfinu en núna með nýja umboðinu þá eru þingmennirnir ekki lengur velkomnir við borðið. Þannig ég spyr samstarfsráðherrann Loga Einarsson hvort að all lönd eru sammála því að Norðurlandaráð ætti að vera með fulltrúa hjá stjórnsýslu hindranaráðinu. Þá ekki bara komin tími þá að Norðurlandaráði fá aftur pláss í stjórnsýslu hindranaráðinu? Ég hélt að við værum hérna til að byggja brýr á milli einstakra aðila, ekki endilega svona að teikna upp einhverja gjár sem að gæti verið að myndast og ég held að sé á einhverju leyti á misskilningi byggðar. Það var vissulega tekin ákvörðun þetta fyrir nokkrum árum. Þó hefur það verið þannig að forsetalandið, landið sem fer með formennsku, hefur alltaf boðið fulltrúum frá Norðurlandaráði til þess að koma og taka þátt í þessu starfi. Þannig að ég held að þetta sé ekki eins slæmt og þetta hljómar. Finnar gerðu það, Danir og Færeyingar hafa gert það og það verður gert áfram. Það verður tryggt að það verður samtal á milli af því að við höfum engan hag af öðru í ráðherranefndinni en að vinna mjög þétt með þingunum. Þannig verður þetta að ganga. Bestu þakkir og þá það næst Kjell Orni Ottosson frá flokkahópi miðjumanna. Takk for det. Takk forseti. Forsætisráðherrarnir segja að þeir vilja að Norðurlönd veri samþættasta svæði heims fyrir 2030. 2014 var stjórnsýslu hindranaráði sett á stofn og fulltrúarnir eiga að halda ríkisstjórnunum við efnið hvað varðar stjórnsýslu hindranir og afnám þeirra. Og það hefur verið ákveðið að þeir beita sér frekar í löndunum, þeir ríkisstjórnirnar sjálfar
eigi að eigna sér þessi mál í ríkara mæli. Það áhugavert að ríkisstjórnirnar hafa ákveðið að skipa slíkt ráð, en hvers vegna þarf að þrýsta á ríkisstjórnirnar? Stjórnsýsluhindranirnar blasa við. Það vantar ekki þekkinguna, það vantar vilja og forgangsröðun. Þannig að spurningi mín til ráðherrans frá Færeyjum: hvernig rökstyðið þið það að ríkisstjórnirnar skipi ráð til þess að reka á eftir sér í stað þess að þær taki sjálfar til handana? Takk för frågan. Takk fyrir spurninguna. Nýlega kom út skýrsla frjálst flæði og för á svæðinu og það á að vera eins góður hreyfanleiki og mögulegt og að við ætlum að afnema stjórnsýsluhindranir. Mér hefur skilist að þannig að maður hefur leyst mörg vandamál reglulega og nú eru færri stjórnsýsluhindranir eftir en flóknari og að sjálfsögðu aldrei gott að vera með milliliði, best að tala beint saman, en það ekki nauðsynlegt að leysa þetta í ráði eða þannig að ég andvígur því að hafa marga milliliði þegar á að leysa vandamálin. Það best að menn tali beint saman, en þetta eru flókin mál og mörg svið sem að ræða og þess vegna verður að vera ráð sem tekur þessi mál saman og hefur þau á sinni könnu. En best að tala beint saman. Takk. Takk kærlega. Þá viljum við af hálfu Norðurlandaráðs þakka ráðherrunum fyrir þeirra framlag og þáttöku. Eins og þið skynjið vill Norðurlandaráð gott samstarf og afnema stjórnsýsluhindranir eins og kostur og einnig að við viljum vera 8 meðlimir í Norðurlandaráði. Ég þakklátur fyrir svör ráðherrana sem hafa verið diplomatísk og menn hafa tekið þátt í því sem fram hefur komið og við klöppum þeim lofi lofa. Og þá ljúkum við fyrirspurnatímanum og við erum dálítið á undan áætlun þannig að við getum kannski byrjað á þingmannatillögunum og þá það Villi Väyrynen sem aftur tekur við stjórninni. No niin, kuten todettu. Við erum á undan í tímaáætlun og þá viljum við undirstrykja að það stendur hérna að ég vona að þið hafi notið hádegisverðar stendur hérna í handriti mínu en við snúum aftur á því eftir einhvern tíma. Þannig þá förum við á punkt númer 4 á dagskránu og það eru nýjar þingmannatillögur og flokkahóparnir eins og þið viti geta kynnt þingmannatillögur sem að verið að lyfta fram hér og þá geta fulltrúar frá hverjum flokkahópi komið með athugasemdir og maður getur beðið orðið alveg eins og áður. Þetta sem sagt fyrsti
áframhaldandi umræðu þingmannatillögur og síðan verður áframhaldandi afgreiðsla. Þá byrjum við á fyrsta. Þið hafið 2 mínútur, fyrsti ræðumaður og síðan fyrst þá það flokkahópar jafna norrænar velferðarnefndir, þingmannatillaga samræmdar norrænar aðgerðir til að bæta geðheilsu barna og ungmenna með áherslu á skólastarf og vernd í rafrænum heimi. Og það Eva Lind frá flokkahópi jafnamenna sem að kynnir. Bestu þakkir, norrænu vinir. Já, það geðheilsa barna hjá barna og ungmenni ekki bara áskorun. Þetta skiptir mjög miklu máli fyrir lýðheilsu á Norðurlöndum og fyrir hverja tölfræði þá fjallar barn sem með stress eða kvíða eða finnist ekki duga til og á bakvið hvers barn líka samfélag sem að ber skyldu til að gera eitthvað. Skólan mikilvægasta sviðið til þess að koma í veg fyrir andlega slæma heilsu en það svona ákveðin pressa í dag sem erfitt að takast á við og oft stuðningur lítill og ef að skólinn getur ekki aðlaga sig þá geta þessi börn mist fótana og í versta falli horfið bara úr skólakerfinu. Það ósættanlegt. Samt vitum við að þekkingin til og það til góðar aðferðir og rannsóknir sem sýna hvað skiptir máli. Vandamálið að við nýtum ekki þessa þekkingu á nógu kerfisbundin hátt. Ef við hér gætum skipst á reynslum og þekkingu þá gæti þetta orðið betra. En við þurfum líka að sjá hvað gerist í hversdaginum hjá börnunum. Stafvæðingin hefur skapað möguleika en líka áhættur. Samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif á líf barna og andlega heilsu. Og sérstaklega alvarlegt það þegar þau sjá mikið af klámi snemma. Þetta hefur líka áhrif á sýn þeirra á kynlíf og samþykki og getur haft alvarlegar afleiðingar. Við höfum sett okkur markmið á Norðurlöndum og við finnst að við eigum að hafa það og hvernig við getum dregið úr þessu. Þetta ekki kostnaður, heldur þetta fjárfesting fyrir sameiginlega framtíð. Í þessari tillögu þá byggir ekki bara á því að við ætlum að halda áfram að þróa þekkingu og gera meir. Það fjallar líka að þessar ákvarðanir sem við höfum nú tekið sameiginlega áður í Norðurlandaráði eigum að fylgja eftir og þróa saman. Þannig ég vona að við frá flokkahópi jafnaðarmanna fáum stuðning fyrir þessa þingmannatillögu. Takk fyrir. Kiitos. Já, takk fyrir þetta. Og þá það Róla. Já, takk fyrir þetta, forseti, og takk til jafnaðarmanna og þetta athyglisvert og örugglega nauðsynlegar aðgerðir í tillögunni. Þetta sambandi við börn og ungmenni og við sáum líka hvernig þetta ógst í COVID, hvernig börn og ungmenni áttu við vandamálastríði og margir þurftu að hætta hobbyum sínu. Í Finnlandi hefur maður nú bannað notkun farsíma í skólum, þetta alveg nýtt, en við sjáum góðar niðurstöður strax og það hefur líka sýnt að það einelti hefur minnkað og meiri einbeiting í skólanum. Og líka í öðrum löndum hefur maður innleitt þetta, en ég er með spurningu þetta varðar. Hvernig getur þetta haft áhrif á andlega heilsu börna í sambandi við fréttir?
Ég veit að maður á að vera með fréttaflutningum alvarlega hluti en við erum alltaf með svona fréttir í samband við loftslagsmál sem að gera það að margir fá angist og kvíða. Kannski ættum við líka takmarka fréttaflutning. Það er ekki margir hérna sem eru að skoða símana sína á fundinum. Það er jákvætt, ég vildi bara segja það. Bestu þakkir fyrir spurninguna og þetta er eitthvað sem að við virkilega þurfum. Ég get bara svara sem að því ég vinn í skóla sem stuðningsfulltrúi. Ég hef líka séð sjálf hvernig samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif á börn og líka bara allur stafræni heimurinn og það sem að við erum líka að tala og þegar það er einelti í skólanum áður þá gat maður einhvern veginn farið heim á föstudeginum og kvilt sig yfir helgina en maður fær enga kvilt núna að því einelti heldur áfram í þessum stafræna heimi og þar verður líka við að vera meðvituð að þetta er mikil áskorun fyrir ungt fólk. Ég held að það að takmarka fréttaflæði það fjallar miklu meira hvernig maður hanterar fréttirnar sem maður fær. Þess vegna fjallar mikið hvernig horfum við á fréttir, hvernig getum við tekið við öllu þessu flæði og hvernig getum við tekist á við það saman. Þarna held ég að við fullorðnu verðum að taka ábyrgð. Við horfum á fréttir og ræðum það ekki bara í skólanum, heldur líka sem fullorðins kynslóð. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta og næstur er Eva Björndé frá flokkahópi miðjumanna. Takk, virðulegi forseti. Þekkingin hefur aukist hvernig við getum aukið og bætt til geðheilsu ungs fólks og við vitum meira hvernig hvernig börn upplifa mismunandi aðstæður með mismunandi hætti. Í leikskóla og í grunnskóla skiptir það miklu máli líka hvernig við stöndum að þessu. Þar eru mjög hæfir fullorðnir starfsmenn sem hitta börnin og geta sterkt þáttöku þeirra og aukið vellíðan barna og ungmennað því að líðan í skóla hefur mikið að segja framtíðartrú ungs fólks. Skólarnir á Norðurlöndum geta verið stoltir yfir sjálfum sér en það er uggvekjandi að sjá niðurstöður PISA-könnunarinnar. Við getum leyst þetta þannig að börn og ungmenni geti styrkt þekkingu sína og leið geðheilsuna. Þrátt fyrir þekkinguna er geðræn vandamál stærsta lýðheilsu áskorun á Norðurlöndum. Ofbeldið og kreppurnar sem hafa riðið yfir. Við sjáum það í nánum samböndum og í félagsskap ungs fólks sem verður fyrir streitu og jaðarsetningu og skólaforðun og ná ekki inngildingu sem valda því að þau verða jaðarsett og geta því átt við geðræn vandamál að stríða síðar og við leggjum þess vegna til í flokkahópi miðjumanna að við stöndum saman að því að efla skólana og öll börn og ungmenni verða að fá að finna þau skipti máli og það þarf að hlusta á þau. Við höfum allt að vinna. Þannig að börn og ungmenni standa sterkar þegar þau ætla út í fullorðinslífið. Við þurfum að vinna meira á frekar og skilvirkan hátt. Mirel Höjer. Takk. Og þá Mirel Höjer Bensen frá Norrænum Vinstri grænum.
President, gode kolleger. Já, góðu kollegar, forseta, geðheilsa ungs fólks verður maður að skoða í sínum raunveruleika sem þau lifa í á hverjum degi. Hér á Norðurlöndum erum við með sterka skóla og mikið traust, en skólinn keppir við þessi stafrænu staðir sem að keppa athygli barna. Tæknifyrirtækin nota svona viðskiptamódel sem að byggir á því að vera að skrolla allan tíma og það svona ýmislegt sem að gerir að börn og ungmenni sjá oftar og mjög mikið að skaðlegu innihaldi. Allir þessi stafrænu miðlar, þeir eru notaðir til þess að draga börn inn í glæpi. Ung börn eru beitt ofbeldi og eru sett, þau mæta klámi og ýmsum valda innihaldi. Þið kannski þekkið eins og netverkið 764. Það tengslanetið, það sýnir hvernig börn verða fyrir grófu kerfisbundnu ofbeldi. Á sama tíma þá gervigreindin nýtt til þess að sýna börn nakin og þessi tæknifyrirtæki þekkja börnin okkur hvert einasta klikk þeirra, hvert einasta svæp og like og hvert einasta spurning sem börn spurja á netinu. Þetta nota fyrirtækin til þess að auka gróða sinn, þess vegna liggur á að við búum til norrænt reglukerfi sem að setur þessum fyrirtækjum reglum sem að við sem þingmenn sýnum að við kunnum og við getum sett reglur þannig að þessi risatækni fyrirtæki nýta sér ekki börnin okkar og þess vegna erum við mjög glöði yfir þessari þingmannatillögu. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta og Norðurlandaráð æskuna gjör svo vel 2 mínútur. Så, tusen tack för ordet här. Já, bestu þakki fyrir orðið og fyrir hönd UNR og bestu þakkir fyrir þessa góðu þingmannatillögu. UNR hefur einmitt unnið með að lyfta þessu upp á dagskrána og finna pólitíska lausnir yfir landamæri Norðurlanda til þess að ná þessu í sambandi við slæma geðheilsu ungmenna. Og þetta stendur líka í tillögunni og að maður bendir á okkar tillögur og þetta einmitt eins og Eva segir að á bakvið hverja tölu þar líka ungmenni sem að líður mjög illa. Fyrir okkar hönd þá getur það verið systkin eða vinur eða bekkjafélagi sem að stendur þarna á bakvið þessa tölu. Þannig að fyrir okkur alveg greinilegt að geðheilsa barna og slæm geðheilsa eykst. Það mjög skýrt að þetta eykst á öllum Norðurlöndum. Og það sem ekki alveg eins skýrt orsakirnar á bakvið. Þess vegna líka mjög gott að þessi þingmannatillögu tekur svona breiða sýn á því að lýsa vandamálinu og líka lausninni. Því á bakvið hverja tölu einstaklingur sem með sínar einstöku áskoranir. En það eru við sem að samfélag og allir Norðurlandir sem verum að finna sameiginlega lausnir á þessum vandamálum. Þannig að bestu þakkir fyrir góða þingmannatillögu fyrir hönd UFN. Já, bestu þakkir og það engin fleiri sem hafa beðið orðið í þessu máli. Þá höfum við lokið umræðinu þar sem við höfum 15 mínútur í viðbót fram að hádegisverði. Þá höldum við áfram og förum á 4.2. Það þingmannatillaga aukið samstarf milli Norðurland og Kanada og það Jóhann Dahl sem ætlar að kynna það, gjör svo vel.
Tack, president. Takk forseti. Og þetta þingmannatillaga aukið samstarf Norðurlanda og Kanada. Sjónarhorn Norðurlanda hefur ætíð beinst að nágrönnum okkar, en á tímum alþjóðlegrar óvissu brýnt af að horfum enn frekar til vesturs til Kanada. Eða flokkahópur miðjumanna mælir því með mun nánara samstarfi milli Norðurlanda og Kanada. Það snýst fyrst og fremst samheldni. Við deilum ekki einungis landamærum á norðurslóðum, við deilum líka sameiginlegum grunngildum. Skilningi okkar á lýðræði, áherslu á jafnrétti og menningarleg tengsl gera þá Kanada að eðlilegum og nánum bandamanni. Þegar við ræðum við Kanada ræðum við einhvern sem skilur samfélagsgerð okkar og sýn á heiminn. Með því að færa okkur nær hvert öðru getum við tryggt að það séu sameiginlegir hagsmunir okkar og gildi sem móti þróunina á norðurslóðum, en ekki öfl utanfrá með aðra dagskrá. Tillaga flokkahópsmiðjumanna miðar því að skapa markvissara og langtímamiða samstarf milli Norðurlanda og Kanada. Og við leggjum því til að komið verða á fót samráðsvettvangi með áherslu á norðurslóðir, almannavarnir og sjálfbæra þróun. Og þar að auki viljum við kortleggja núverandi samstarfsform og greina hvar hægt að dýpka samstarfið á sviði rannsókna og viðbúnaðar og réttindi frumbyggja. Og sérstakur hluti tillögunnar snýr að hlutverki frumbyggja. En bæði á Norðurlöndum og í Kanada hafa menn dýrmæta reynslu af því hvernig hægt að tryggja þáttöku og inngildingu frumbyggja í ákvarðanatöku. Og þar mikið að vinna. Við leggjum jafnframt til að þinglegt samstarf verði styrkt með sameiginlegum nefndarfundum, sendinefndum og markvissari samræðum milli norrænna og kanadískra þingmanna. Takk fyrir. Takk fyrir það, Þóra Truls Varsvík. Takk, forseti. Við jafnaðarmenn erum sammála því að það eigi að þróa samstarfi við Kanada. Og það nefndi líka Jóhann Gahr Störe, forsætisráðherra okkar í morgun. Norðurslóðir verða mikilvægar og mikilvægari fyrir allan heiminn, ekki bara okkur. Og það vel þekkt að kraftmestu kjarnorkuvopn eru þarna skammt frá og kjarnorkukafbátar frá Rússlandi fara þarna Við verðum að tryggja eftirlit og jafnvel styrkja það. En svo það forseti Bandaríkjanna sem ekki alltaf sammála okkur og deilir með okkur grunngildum og sjónarmiðum og les ekki kort eins og aðri lesa kort. Þess vegna samstarfi Kanada enn mikilvægar en áður og við eigum að vinna áfram með þetta. Ég ekki viss að ég sammála öllum tillöguliðunum en að minnsta kosti andanum í tillögunni. Takk, og áður en við höldum áfram, þannig að áður en við snæðum hádegisverð þá ætlum við að taka hópmynd hérna í salnum, þannig að farið ekki strax eftir þegar við tökum fundarhlíðan, því að þá tökum við hópmynd. Við í norrænum vinstri grænum styðjum og fögnum þessari tillögu frá flokkahópi miðjumanna. Þetta á sér rætur í norrænu samstarfi. Ég held að það hafi verið íslenska ríkisstjórnin 1998 sem fjallaði að víkka út norrænt samstarf bæði í vestur og austur. Og eins og mál hafa þróast, þá samstarfi Kanada orðið enn mikilvægara og við styðjum allt sem þarna, alla snertifleti sem hægt að vinna saman en það sem Truls
talað að við höfum sömu gildi velferð og reglufestu í alþjóðaskipaninni og lýðræðisgildum, þannig að við fögnum þessari tillögu. Það sem bæta má við að Kanada hefur sjálft lýst vilja til þess að vinna nánar með Norðurlöndum. Ríkisstjórn Kanada hefur stofnað Arctic Allies þar sem við förum yfir varnar- og öryggismál í sameiningu. Og það besta við þessa tillögu, forseti, að Norðurlönd marka sér þarna stöðu sem Norðurlönd eiga að hafa og horfa langt út á við. Þetta eru norðurslóðir og við þarna ekki sjálfhverf heldur lítum á þetta stóra svæði sem innifelur allt saman og þarna í miðjunni Færeyjar. Takk. Já, takk fyrir þetta og þá erum við með Bryndísi Haraldsdóttur frá flokkahópi íhaldsmanna. På íslensk. Mér hugnast þessi tillaga vel og ég sammála mikilvægi þess að við vinnum með Kanada, ekki bara vegna þess að við deilum sameiginlegum gildum, heldur fyrst og fremst vegna þess að Kanada norðurslóðaríki og það erum við líka öll Norðurlöndin. Norðurslóðamál eru mjög mikilvæg og þau verða enn mikilvægari á næstu árum og áratugum. En mér langaði að nefna það líka í þessu samhengi að við megum ekki útiloka Bandaríkin sem eru líka norðurslóðaríki. Ég get ímyndað mér að við deilum flest hér inni mikilli gagnrýni á þá orðræðu sem Bandaríkjaforseti hefur haft uppi. Ég tala nú ekki gagnvart okkur, gagnvart Grænlandi og gagnvart Danmörku, en sem betur fer Bandaríkin nú enn lýðræðisríki, það sem þing og það ekki bara einn maður sem ræður öllu. Þannig að ég vil líka nota tækifærið og hvetja okkur sem norræna þingmenn og norðurslóðaþingmenn til að vera dugleg að tala fyrir mikilvægi samstarfsins norðurslóðaríkjanna. Ég átta mig á því að við erum ekki að fara að ræða mikið við Rússa núna, en Bandaríkin megum við ekki útiloka. En Kanada mjög hrifin af frekari samstarfi við þá og þessi tillaga hljómar vel í mín eyru. Já, Veronika Hongasala, gjör svo vel. Ég ætla að tala finnsku. Já, herra forseti, ég verð að segja að tók svolítið í eyra þegar ég sagði að Bandaríkin eru ennþá lýðræði. Að það passar ekki alveg. Við sjáum hvernig þetta réttaríki að molna í Bandaríkjunum núna eins og Trump forseti kemur fram núna. Það ekki bara að hann talar svona, hann með svona ólöglegt árásarstríð gegn Íran, hann hefur ekki spurt bandamenn sína neitt umboð og lýðræðisþróunin það á mjög hættulegu stigi í Bandaríkjunum. Þegar maður talar samstarf við Kanada þá við bara einbeita okkur á Kanada og halda Bandaríkjunum fyrir utan þetta spursmál. En ég held að vona að við öll í salnum hefur sameiginlega sýna þegar hversu illa þetta lítur út, þessi þróun í Bandaríkjunum hvað varðar lýðræðið og réttaríkið. Og ég svari på íslensk. Ég hygg
að við deilum öll þeirri sýn að Bandaríkin eru að breytast mjög mikið. Og þau eru að breytast í átt sem mér líkar ekki, persónulega. En ég held engu að síður að það sé mikilvægt fyrir okkur að horfa ekki á Bandaríkin sem einhvern höfuð andstæðing. Ég ætla ekki að verja Trump. Mér líkar ekki hvernig Trump talar eða það sem að Trump leggur til. En við megum þó ekki gleyma því að Trump var kosinn af meirihluta bandarísku þjóðarinnar. Bandaríkin eru með þing eins og okkar, það sem meira segja efri og neðri deild. Hæstiréttur Bandaríkjanna farin að úrskurða málefni Trumps með hætti sem mér líkar. Þannig að á sama tíma og ég segi já, endilega vinnum með Kanada og tryggjum gott samstarf við Kanada, þá held ég að það væri okkur hættulegt að útiloka Bandaríkin þrátt fyrir það að við deilum ekki sýn og hugsjónum þess aðila sem nú forseti Bandaríkjanna. Takk fyrir þetta. Og þá fulltrúi Norðurlandaráðs æskunnar, gjör svo vel, Arvid Karel. Já, takk, herra forseti. Já, við á Norðurlöndum, við erum bestu vinir. Við þurfum líka vini út í heimi og Kanada alveg sjálfsagt val, sérstaklega í norðurslóðarsamstarfi sem hefur farið að skipta enn meira máli. Og líka þegar við erum með sameiginlegar áskoranir og sameiginleg markmið þegar kemur að lýðræði og líka framtíðarspurningum. Og okkur finnst þetta að vera mjög góð tillaga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Og nú ekki fleiri sem hafa beðið orðið, þannig að við getum ákveðið að við höfum lokið við þessa umræðu. Og þá förum við áfram. Við haldum áfram eftir hádegismat 4,3. Nú ætlum við að taka hópmynd og ég veit ekki alveg hvernig við förum að því, en það einhver sem segir ykkur frá því og eftir hópmyndina hádegisverður. Takk fyrir.